og við smíðum þennan hugbúnað, hét The Oz Shader Library, enda á því að Microsoft kaupir þennan hugbúnað á okkur. Þetta var algjörlega uník hugbúnaður og við hefum getað selt þetta á $1.000.000 en við seldum hugbúnað okkar á held ég manna ekki, held að vera $150.000 og við hugsaum ef að við hérna unglingarnir, ef við erum nógu góði fyrir Microsoft, þá erum við nógu góði fyrir alla. Guðjón Már Guðjónsson, velkomin í þáttinn. Takk hérlega. Frumkvöðl, fjárfestir og stofnandi og framkvæmdastjóri Oz, bæði nýja og gamla. Það passar. Hvernig svona byrjaði frumkvöðla ferli hjá þér? Ég veit að þú varst mjög ungur þegar þú byrjaðir. Já, heyrðu, þetta nú frábær spurning. Ég veit það ekki nákvæmlega vegna þess að sko núna þegar maður er komin yfir 50, þá er maður að pæla því hvernig í óskupunum, hvað var til þess að ég byrjaði 13-14 ára gamall? Já. Ég var bara barn. Ég er að segja það, ég var komin í einhvers konar rekstur, sko, það var án efa sko ólöglegur rekstur, sko, hann var ekki löglegur, Já. það var því ég var ekki fjárráða og ég var ekki lögráða. Þá var ég sem sagt að gera hugbúnað fyrir hinn og þessi fyrirtæki og ég man til dæmis, ég held ég verið 14 ára, þá fékk ég það verkefni að þá var komið eitthvað hugmyndum ykkur að posa. Það kunni bara enginn á þess að posa hjá þessum kreditkortafyrirtækjum á landinu, þannig að ég var fenginn í það verkefni að búa til sko posahugbúnað sem gat sko staðfest hvort að kort væri heimiluð ekki. Og ég held að ég hef verið sko 13 ára þegar ég smíðaði þann hugbúnað. Já. Og ég veistu það, ég hreinlega veit það ekki, ég sem sagt ég var að byrja út mokkan og ég bar út mokkan örugglega í svona 2 ár og gat safnað mér fyrir Sinclair Spectrum og þegar ég keypti mig þá tölvu, ég veit ekki hvort ég verið 12 eða 13 ára gamall, en það var þannig að kveiktur á tölvunni og þú byrjar að forrita. Já. Og flestir náttúrulega kveikt á tölvunni og lótuð inn tölvuleik, nema ég fannst það áhugavert þessar skipanir, þannig að ég fór að fikta og ég sko var alltaf að finna einhverja praktíska notkun á þessum tölvum og ég byrjaði að búa til heimilisbókhald, alls konar svona óspennandi einhverjar hugbúnaðarlausnir. Já. Jú, ég gerði einhverja svona smá tölvuleiki og svona, en ég var alltaf að finna eitthvað praktískt og veistu það, ég var bara svo heillaður af þessu. Þetta var fyrir mér svona, þetta var bara svo creative. Já. Að geta bara skapað eitthvað og sást þetta bara á tölvuskjánum og það var alltaf barist sjónvarpið heima, sko, ég var alltaf með tölvuna, þá var ég að forrita og hann pabbi sýndi þessu nú skilning, sko, því hann var nú í tölvubransanum, en það var svolítið öðruvísi, það voru gataspjöldin fyrst í honum og svo svona stór tölvurnar, þannig að þetta var svolítið annað umhverfi, en hann gaf mér nú séns að taka yfir sko sjónvarpstækið á heimilinu, af því að tölvurnar fyrst tengdi þessu sjónvarpi, heimilissjónvarpi, þannig að það var rosaleg barátta í stofinu um að fá að vera tengdur, sko, þannig svona svolítið byrjaði þetta hjá mér. Það var, ég var drifin áfram að því að leysa praktíska hluti. Já. Og síðan bara var maður eitthvað svo óhræddur við að mér fannst það bara svo skemmtilegt og spennandi að ég var komin í alls konar klandur, þar að segja komin í alls konar klandur að búa til lausni fyrir hinni þessu fyrirtæki. Þannig að ég man eftir ég var í barnaskóla með Róberti Viðari vini mínum og við sem sagt langskóla, við erum 14 ára og við vorum að byggja til hugbúnað fyrir púlstofur. Já. Og faðir hans, hann Bjarni Faras Róbes, hann var vélaverkfræðingur og gat búið til svona litla iðntölvu sem að gat sko verið með relay og kveikt og slökkt á ljósum í púlborðunum. Já, og við fengum hann til að smíða fyrir okkur græju, þannig að þegar þú sem sagt komst inn á okkur púlstofu, ég var ekkert mikið í púl eða biljar, þannig síðan, þetta var eitthvað svona sem að líka kom einhvern veginn fangið á okkur börnunum og við byggum til hugbúnað sem að þú bara mættir hérna með 300 krónur eða 350 krónur eða kannski 50 krónur, þetta hvernig verðlagi var á þessum tíma og það bara kveiknaði á borðinu og svo bara slökknaði á því þegar að peningun útrunni sem hálfgeir svona tímavel og þá byggum við til fyrirtæki bara svona af nafninu til með því að búið til bækling og það fyrirtæki hét GR Hugbúnaður. Síðan fórum við upp í það var svona fyrirtæki hérna sem var svona eitthvað eitthvað biljart fyrirtæki að selja biljardborð og svona
kynntum hugbúnaðinn og þau voru rosalega innbúnaðir og við komum tilbaka og það átti að vera að fara ferð til Englands og kynna þetta þar og svo bara búið samrættuprófin að byrja og bara prófinu, skólanum, barnaskólanum og allt þetta, þannig að við höfum engan tíma til að klára þetta nema það að við breyttum nafnun á fyrirtækinu yfir í GR International. Já. Þannig að við vorum farin og gerðum bæklingin upp á nýtt á ensku. Og á þessum tíma þá voru auglýskastofnir ekki eins og við erum með tölvur, það var bara allt gert. Hvaða ár var þetta? Þegar ég var í langholtsskóla, þetta verið 80, ég veit það ekki, þetta er mjög langt síðan. Já. En þetta eru svona þessi byrjunarskref hjá mér og 89 þá stofnaði ég raunverulega, sem mjög langt síðan, þá stofnaði ég raunverulega fyrstu kynslóðina af Ós. Ós er svona, þetta er eins og ættanafn, það er flest mín fyrirtæki gennum tíðin hafa heitið Ós. Já. Og eru konar nokkra kynslóður af þessum fyrirtækjum sem er mjög fyndið í raun og veru. Hvaðan kemur það nafn Ós? Heyrðu, þegar ég var á fyrsta ári í Versló, þá sætti hliðin á stórkostlega vini mínum, Atla, sem var sonur hans Sævars Karls. Og Sævar var að reka fyrirtæki niður í bæ og í Kringlunni og hjá Sævar Karli og fattaverslun. Og Atli, við vorum búin að vera saman í Versló í bara nokkra vikur og sátum hlið við hlið og spjalla, þá sagði Atli að pabbi sinn væri alltaf ykkur djöfisbrasi tölvumálum. Og hann segði, komdu nú bara niður í bú til okkar og svona, og ég mæti og kíkja á þetta hjá þeim og segja, hvað er ekki með tölvukerfi og svona, og ég náttúrulega kom mér í klandur, og ég ekki bara búa til fyrir ykkur tölvukerfi og Sævar bara, hann horfði svona á mig og ég held að, hann held að ég var að bara grína, og ég var nógu vitlaus bara til þess að halda bara áfram að þessu spjalli og hann segi, jú, við skulum bara gera það og ég enda á því að búa til fyrir Sævar alveg fullkomið bara bókhaldskrif, lagerhald og allskins lausn, allskins fítusa og teiknaði upp eitthvað grafíkkerfi til að búa til fjárhagsáætlanir og ég veit ekki hvað eina, þetta var áður en að var komin eitthvað viðskiptahugbúnaður og svo þegar ég var að hugsa, ég svo innleiddu við þetta og ég rukkaði einhvern veginn aldrei fyrir þetta ég var nú bara einhvern veginn að svona feta mig áfram í þessu öllu saman, þannig að enda á því að dressa hann föður minn upp. Ég var sjálf alltaf bara í stússi í Versló, ég var svona pínlítið svona, ég átti kannski meira heima en í MH eða eitthvað, ég veit það ekki, en ég var alltaf, ég þurfti nú kannski ekki alveg á öllu fatnanum frá Sævar að halda, þannig ég dressaði pappa myndalegu og og svo þegar ég var að gera bækling aftur, talandi um bækling, þá einn vinur minn heitir Jói og við sittum saman og ég er að segja hann frá sem viðskipta hugbúnaði og þetta er örugglega 88, 87, þetta er fullt, fyrir mörgum ára síðan og það kemur Jói með þá hugmynd, það teiknaði hann upp svona The Yellow Brick Road, bjóðan til og fítusarnir í kerfinu voru svona allir sem við mættum á veginum í Emerald City, í svona fara í hinn drauma heiminn, ævintara heiminn. Já. Hvernig væri að láta bara hugbúnaðinn heita Ós? Og ég bara, það er geggjað, algjörlega, það komin að búin til bara hugbúnaðinn, þessi viðskipta hugbúnað fyrir Sævar Karl, fyrir nýtt bókhaldskerfi, það heitir Ós. Síðan einhvern veginn, náði ég ekkert að sinna því og aftur með skólinn og bara, þú veist allt þetta, bara í menntaskóla, bara fyrsta ári í menntaskóla, en búin að vera lengi fyrirtækjabrasi, alveg hókin af reynslu, þú veist, 16 ára, að fara að fá bílpróf. Nú er ég alls konar verkefnum. Búin að vera með alls konar, og í mínum huga alls konar fyrirtæki, GR International sem að þú veist, fór í rebranding og allt þetta, þegar ég var 14 ára. Já. Og síðan gerum við, svo fer ég í vídeónefndina í Ós, gerir formaður hennar, í Versló ætla ég að segja, og það stakkar við, ég náttúrulega fer ég að reyna að kaupa ykkur vídeómixera og gera ykkur svona svaka vídeónefnd sem var ekki neitt raunverulega þá, og fer að taka upp alla viðburði og svona í Versló, það var svo stemming, og
Vestlóvælið og Ásatíðin og allt þetta helsta sko. Og síðan þegar að það var verið að gera tónlistarmyndband fyrir fyrir Vestló, að þá fór ég að vinna með vinum mínum Einari Snorra og Eið Snorra sem eru núna mennirnar bak við Snorrikam og við byggum til bara alveg massa tónlistarmyndband sem var algjörlega frábært og út úr því var til svona eitthvað nýtt ný rekstur hjá okkur að fara að gera tónlistarmyndbönd, creativity og blanda saman tölvugrafík við media og fleira. Já. Og við stofnuðum þá fyrirtækið Ós, SF, sem kostaði ekki neitt að stofna á þeim tíma. Og það var svona byrjun á svona Ós, svona ævintýrun hjá mér. Og svo var maður komin áfram öðru ári og þriðja ári, svo þurfti ég að hætta í 5. bekk eða eitthvað svo liðs í Vestló. Það bara að þeir voru komið svo mikið að starfsmönnum og hjá mér. Varst bara komin í fullan rekstur? Ég var bara komin í fullan rekstur og þetta ég fekk svona reality check í jólaprófunum í 5. bekk. Þá svona, býtum við. Ég tók þau sko, en ég líka að segja frá þess, en ég var alltaf bara með skólatöskunum mína allt skólaefni, allar bækurnar, bara í einu skáp sem var aldrei notaður í Vestló, og þannig að ég sem sagt, einhvern veginn tókst að komast í gegnum skólan, sko, nema ég náði ekki að klára. Og ég held að það hafi ekki til dæmis klárað menntaskólan var svona ákveðin blessun í því að hluta til að ég hef alltaf verið mjög svona, ég hef alltaf verið með sko hugan við það að læra, að hafa ekki klárað stúdentinn eða eitthvað slíkt, það kallar á að bara maður heldur áfram að læra endalaust. Já. Þannig að þetta svona, já, þetta finnast svolítið saman í þetta brölt og þegar sko í lok árs, já, svona árið 91, þá erum við búin að stækka svolítið og þá sé ég bíómynd sem hét The Abyss og þess að það var stóru mikill vassormur og ég held að sama árið það hafi Terminator komið út og þá hafði Lucas stofnað fyrirtækið Industrial Light and Magic og ég las grein hvernig þeir gerðu tæknibrellunar í þeim bíómyndum og ég sá þarna ákveðin hugbúnað og ákveðna tegund af tölvum og ég bara, vá, þetta er málið, ég ætla í þetta og við og ég hugsa með mér ég verði að fá einhvern mann með mér í þetta ég var þá með honum Aroni Hjartarsyni, einum mínum æsku og góðu vinum og þá var hann komin inn í Ós með mér á þessum tíma og við rættum saman og segjum við þurfum að fá okkur businessmann með okkur og við vissum það að þeir sem voru búin að reka skemmtist þannig að tunglið og borgina og bara taka undir bara ná alveg næturlífinu bara á sitt band, það voru Björg Thor, Biggi, Dominos og Skúli Mogensen Skúli Mogensen, við sem að hitta Skúla og og við einhvern veginn náðum að svindla okkur inn í eitthvað skemmtistofunum þarna, undir aldri og svona leitum á Skúla, ég náði einhvern veginn að pizzanum, ég þekkti hann ekkit og hann bara, þetta er áhugavert og sagði, já, hittust á mánudaginn klukkan 10 og Skúli kemur bara á mánudaginn á klukkan 10 og bara, heyrðu, hvað voru að ræðum? Ef við að kýla á þetta og við fjárfestum í tölvubúnaði og þessum hugbúnaði til að búa til tæknibrellur fyrir á þeim tíma, þetta voru einhverjar 30 milljónir á þessum tíma, þetta er bara risa fjárfesting, fjármögnun með IBM og eitthvað fleira og það var þá byrjun á því að byrjun á nýrri vegferð, þetta hefur verið, já, þetta var árið 91 og þá erum við komið með sko kraftmikla tölvur sem gátu unnið mjög flókna reiknivinnslu og svolítið eins og við erum að sjá í gervigreindar heimanum í dag og þá byrjaði raunina bara nýr kapli hjá okkur. Við vorum í þjónustu, fórum að gera fullt af sjónvarpsauglýsingum með því að gera þrívíddargrafík og tæknibrellur
En það sem heillaði mig alltaf var hugbúnaðar þróunin. Það var að leysa einhver vandamál. Og svo vorum við komið með meiri tölvubúnað frá fyrirtæki sem hét Silicon Graphics. Komum svolítið vel frá þeim og allskins hugbúnað frá Elias og Softimas og hvað þetta hét allt á þessum tíma. Og svo vorum við komið með kraftmikla bara tölvudeild hálfgerða hugbúnaðarsvið og ég var heillar af því að reyna að gera svona the undoable. Ég fekk hugmynd, við erum alltaf þessa tölvugrafík og ég hef búin að fylgjast með bröltinni í Lukas með hans Industrial Data Magic og mjög heillar af því að maður var alltaf bara á Íslandi Svo vorum að horfa á það sem var að gerast út í LA og svona og niður í Silicon Valley. Þannig að við sem sagt fórum á það vegferð að finna til bara þá allra klárustu einstaklingarna sem við gátum bara fundið og vorum alltaf að kortleggja hverju voru í Ólympíulandsliðinu í eðlisfræði og buðum öllum vinnu og þeir joinuðu okkur og verkefni okkar var að búa til hugbúnað sem gat teiknað upp bara náttúru fyrirbæri, bara teiknað eld eða við eða marmara, granít eða sólsetur eða sólarupprás með tölvugrafík. Og við smíðum þennan hugbúnað, hét The Oz Shader Library og enda á því að Microsoft kaupir þennan hugbúnað okkur. Þetta var algjörlega uník hugbúnaður og notaður í tölvugrafík til þess að geta búið til sem sagt hent eftir þessum svona náttúru fyrirbærum. Og við höfum getað selt þetta á $1,000,000 en við seldum hugbúnað okkar á held ég manna ekki, held að vera $150,000. Fengum ávísun frá Microsoft og hún var litaljósituð og sett í ramma, sett upp á vegg og við hugsaum ef að við unglingarnir, ef við erum nógu góðir fyrir Microsoft, þá erum við nógu góðir fyrir alla. Og þetta var á þessum árum, þessum byrjunar árum og það gaf vind í seglin og það gaf ákveðin confidence. Þannig að þetta er byrjunar árin á Oz. Hvernig fann eins og Microsoft eitthvað til dæmis? Heyrðu, það var bara, við vorum með, ég er að segja það, það voru líka við fanklúpar þetta fyrirbæri frá Íslandi, hverjum þetta í hug að búa til þennan hugbúnað. Þannig að þarna var örugglega komið árið 94, 95. Já, voruð ekki með lénið Oz.is 94? Jú, það passar, vorum með Oz.is og þarna vorum við með svo var þetta hlaða niður, það var þetta sem sagt aðeins að kynna sér hvað vorum að gera með þessu Shader Library og fleira og þannig að það myndaði svona user groups á netinu. Já. Svo fór ég, það ástæðna sem heitir SIGGRAPH, ég var speaker þar allan að 2 sinnum og bara að kynna svona það sem vorum að gera og það er ekkert auðvelt að komast þar inn en einhvern veginn tókst einhverjum að grafa okkur upp og við fórum þarna og kynntum okkur og það var alltaf mikið stemming. Við náttúrulega vorum eitthvað svo þetta var allt eitthvað svo ferskt fyrir okkur, nýtt fyrir okkur, bara skemmtilegt, gaman. Já. Þetta gaf mikið vind í seglin. Einmitt. Á þessum tíma, hver var svona leiða hugbúnaða þróuna hjá ykkur? Það var í raun og veru leiddi ég var alltaf framkvæmdastjóri félagsins og þetta voru en þetta var náttúrulega bara svo geggjað teymi, þetta voru ég meina meira minna þessi þetta talentpúl sem að mynda þetta er allt saman svona innsti kjarni í ótal fyrirtækjum hvort að sé hér á Íslandi eins og með CCP og önnur svona startups og svolítið að tölvuleikja fyrirtækjunum. Já. En líka bara hjá erlendis og eins og lykilstarfsmenn hjá bara eins og Nvidia og fleiri fyrirtækjum. Já. Þannig að ég hef alltaf verið heillaður af tölvugrafík og tónlist og það hefur heillað mig að vinna með svona visual hluti, vinna með vídeóformið eða tónlistaformið og reyna ég einhvern veginn er með þá kenningu einhvern veginn að reyna að leysa erfið vandamál
og með í hugbúnaði gerð og í dag ég að gera saman nema bara með robotics og með gervigreind og svona. En ég reyni ofta að leysa svona, frekar skýr vandamál en en vera algjörlega á svona cutting edge varðandi aðferðarfræðina til þess að ná fram svona hámarks nýtingu og svona efficiency. Já. Þannig að ég stýrði hugbúnaðarsviðinu að mestu leyti sjálfur og það kannski þess vegna sem ég réðist út í oft svona skringileg verkefni. Ég var oft með, og ég oft bara með óraunhæfar væntingar sem að þarf þó að brjóta niður í einingar og áfanga og við þegar maður var ungur sko og en það að segja 20 okkar gamall 20 þá náttúrulega var kannski töluvert meira reynsluleysi, það var verið að ráðast í mjög stór verkefni þegar að við eitt fyrsti hugbúnaðurinn hjá Ós sem hét Ós Virtual og í dag í raun og veru meira og minna EVE Online var raunverulega sko þrívítarkerfi það sem að við staðin fyrir að það að okkur fannst bara ekki nógu cool til dæmis árið 96-7 að flakka vefinn bara í ykkur svona vefsíðum. Já. Við sáum fyrir okkur að þú geti bara okkar hugmynd var að fara á vefinn eitthvað okkur svona tvívítar vefsíðum. Nei. Við ætlum að fara þessum vefinn í þrívít. Já. Við vorum að vísu raunhæf á þeim tíma gagnvart því að við erum ekkert að brasa með þetta hardware með VR eða neitt slíkt. Við vorum bara að ferðast vefinn í þrívít og það raunlega bara svona multi-user leikir í dag. Svona, og við smíðum hugbúnað sem hét Ós Virtual og í honum var hægt að hafa hópsímtöl eins og maður gerir bara í dag á Facebook Messenger eða WhatsApp sko, en það var algjörð cutting edge á þeim tíma. Það var hægt þá? Þetta var árið að Skype var stofnað og önnur fyrirtæki. Þetta var bara svona hliðarfítus hjá okkur. Og þetta var allt svolítið svona og ég man eftir ég tók eitthvað svona hátíðismat með náunga sem stofnaði AOL, Steve Case heitir hann og alveg toppmaður og hann sagði mig hvað, sko þegar ég stofnaði AOL þá var þetta var allt bara grænistafir. Svo hann bara meiri háttar þegar við vorum í liti í stöfunum. Já. Og það bara ekkert langt síðan. Heyrðu, ég var að sjá Ós Virtual hjá þér. Akkur þetta þrívít? Þú veist með þetta allt saman, þetta hringjast á og bara, ég að heillar af þessu, þú veist, ég þarf að downloada einhverju, hálfu dagur að hlaða þessu niður og á móteminu mínu. Einmitt, þið voru kannski bara of snemma í þessu. Já, það er engin spurning. Já. Og en skemmtilegt var það nú og gott fyrir land og þjóð, þetta náttúrulega bara algjör geðveiki að ráðast út í svona stórt verkefni og ég hugsaði með mér, við þurfum að fá okkar með okkur í þessa uppbyggingu og ég hugsaði með mér, ég er ekki að fara í Silicon Valley núna, í venture capitalistana þar, ég ætla að fara til Japan, hugsaði ég hafði aldrei farið til Japan og vísakortið mitt var að vísu lokað og ég var algjörlega staurblankur og samt við vorum 15 manns í fyrirtækinu og ég sagði, ég er farið til Japan og rationallinn á bakvið það er að Japanir, þeir eru að fjárfesta í LED sjónvarpstækjum og bara LED-tækninni. Þeir sjá fyrir sér flatskjóð, við vitum að þeir koma ekki á markaðinn eftir 10 ár en Japanir eru að fjárfesta í því núna. Ég ætla að fara til þeirra og kynna fyrir þeim þrívítar internetið. Og ég fór til Japan og úrvarð að við fengum fjárfestingu og opnum að fjárfestingasamtalið. Þá hafði stórvinur minn og Skúli Móðinsson farið í útufélaginu og í annar rekstur og út í Danmörku að selja upper deck svona skiptimyndir, svona collection cards og
svo þegar ég kem frá Japan þá ekkert megin, þetta ekki viðtal við mig í Morgunblaðinu sem endar á því að vera alveg 5 blaðsina viðtal. Ég var feiminn þegar að mokkinn kom og bara, viðtal var bara síðu eftir síðu og og þar var ég að tala sko með þessa sögu, Japanirnir þeir eru með framtíðarsýnina og við erum að gera þetta og ætlum að, hvernig við sjáum fyrir okkur internetið og á þeim tíma var ekki alveg komið lending hvort þetta myndi heita alnetið eða líðnetið eða internetið, alls konar, þetta var allt svo nýtt sko og blessunarlega þá las Skúli viðtalið í flugvélina leiðinni heim til Íslands og við hittumst, hann segi, I'm back. Hann kemur aftur inn og hann var þá með smá pening, búinn að selja reksturinn sinn í Danmörku og og við náttúrulega bara frábæri vinir og alltaf gekk vel í samstæðinu þar og undan og svona og skemmtilegt samstarf, þannig að hann kemur aftur inn í félagið og við förum það aftur saman til Japan og stofnum reksturinn í Bandaríkjunum, sjáum við að Ísland var aðeins og flókið fyrir sko þessi íslensku HF á þeim tíma. Japani skildi ekkert hvernig Ísland virkaði með eitthvað nafnverð hlutabréfa og svo eitthvað mark og gengi þeirra og þetta var svo flókið fyrir þeim, þannig að við erum bara að stofna félagið í Bandaríkjunum og þá var úr sko það Ós sem að svona fyrsta sem raunverulega svona önnur kynslóðin af Ós sem var það fyrirtæki þar sem að við náðum að vaksa á Íslandi og byggja upp alla þessa þekkingu. Já. Og það var í raunverulega svona einn fyrsta svona alvöru svona vísis fjárfestingin inn í landið. Ég held að stuttu seinna hafi Decode komið og svona fyndið samt þar að þeir þurftu, ég var með Decode.is, það er nú allt unnið saga, ég veit að gefa það, en það var eitthvað blað tónlist, en sko þannig að við fengum þá fjárfestingu inn sem gaf okkur það tækifæri að halda áfram að borga laun og finna rétta starfsfólkið og náðum alveg að byggja upp þennan grunn á Íslandi sem þessi tölvugrafík grunnur sem í dag þessi íslenski leikjaðinaður og það var held ég okkur mjög farsælt bara eins og segi, bara svona farsælt fyrir land og þjóð, bara þetta brölt okkar og að hafa farið út í þessa uppbyggingu og á þessum tíma þá var umhverfið allt öðruvísi, það var minni þekking á frumkvöðlastarfi, nýsköpunarstarfi þannig séð, nýsköpunarstarf var náttúrulega alveg geggjað nýsköpunarstarfi í gangi eins og með Marel var að stiga mjög spennandi skref með sína vikt og fara inn í tölvusjónina og allt þetta sko, en það að fá inn sko vísi fjármögnun, það var algjörlega nýtt fyrir öllu. Já. Og það var svolítið tendensi á Íslandi að fá bara lán, þú veist, bara veðsetja húsið þitt. Það var ekki þessi reynsla að raunverulega bara efla eigið féð í fyrirtækinu, vegna þess að fyrirtækin, það var ekki komið svo þekking að geta verðmetið hugmyndirnar og það að geta átt að sjá því ef við setjum þetta fjármagn inn í eigið féð fyrir x% hlut, að það séu tækifæri að ná einhverju exiti eða að það sé einhver sko einhver leið gagnvart fjármagni. Það var eiginlega bara lánsfjármagnin í boði og náttúrulega engin vísisjóður í Íslandi á þessum tíma. Já, en hvernig var eins og ferðlega að fara út í Japans og sækja þetta fjármagn og koma með það til Íslands? Það var svolítið karaoke. Já. Það var í raun og veru, Japan var á þessum tíma svolítið bara eins og Ísland með það að interneti var frekar nýtt og og það var spennandi sko það spennandi fyrir fjársterka aðila að finna fyrir krafti í ungu fólki eins og bara á Íslandi og allstar í dag við kringum mikið af þeim frumkvöðlum sem þú ert að tala við, þú finnur teimi það meira, og ég segi þetta alltaf, það meira af fjármagni þann úti heldur góðum teimum sem kunna að fara með peningi. Þannig að það að finna teimin og finna passion og dræfið og hugmyndina það mjög erfitt að finna það. Á þessum tíma þá voru mjög fá tækifæri gagnvart fjárfestingum í Asíu eða Evrópu sem tengdust til með fjárfestingum á
á þessu sviði nýsköpunar. Þetta var, Japan voru meira í svona semiconductors, eins og segja, voru í LED-skjáum og svona, en þannig að þetta gekk upp. Við fengum Sumitomo til að fjárfesta í félaginu og fleiri flotta japanska fjárfesta. Við vorum náttúrulega rannsakaðar alveg í stjörnumerkinu, það voru búin til stjörnukort og allskins svona hlutir svo var bara ákvörðun tekin á golfvellinum og svo það bara var samstarfið á milli okkar skóla bara einstakt og þetta gekk vel, þannig að við tókum síðan flug frá Japan til Los Angeles, smeltum upp skrifstofu no time, registruðum fyrirtæki sem Californian. Við heldum að því að Silicon Valley Californian, en áttum okkur ekki á að þau eru öll registruð í Delaware. En það var mjög flókið fyrir okkur seinna meir að öll lögfræðin í kringu það reka fyrirtæki í Kaliforníu, sérstaklega þegar við vorum komið með, við spólum áfram, þá voru allt í einu tímabúti komið 800 hluthafa upp í fangið okkur, alveg óvart í raun og veru. Þá allt í einu vorum við með það vorum við eins og bara varum public fyrirtæki, vorum ekki treytaðir public, þurftum að vera með allskins uppfylla allskins mál hjá SEC. Þannig að það var flókið að vera með fyrirtæki sem Kalifornían. En að öllu leyti þá náttúrulega bara gekk þessi vegferð alveg ótrúlega vel. En hvernig var þannig að þegar þið eru búin að tryggja ykkur þessa fjármögnun? Hvað að þið farið þá út til Bandaríkjanna og hvað að svo sem tekur við? Það vel bara að byggja fyrirtækið. Það aðalega, nýsköpunarfyrirtæki fyrst og fremst fólkið og þetta algjörlega talentin. Það sem ég ætlaði að segja einmitt áðan á þessum tíma þá erum við frekar fá fyrirtæki allan talentin. Það að segja það að þegar þú ert kannski að klára háskólan eða þú ert búin að mennta þig á okkur sviði og þeir langar að taka þátt í einhverju spennandi sem að virkilega krefjandi og metnaði full manneskja. Á þessum tíma þá voru raunverulega ekkert mörg fyrirtæki í boði. Og þannig að við vorum mjög heppin að við náðum bara að sópa til okkar öllum talent. Þetta eru ótrúlegur hópur af einstaklingum sem og tækifæri fyrir mig og fyrir alla að vinna saman. Það var alveg algjörlega einstakt. Og við hugsum að ég trúi öll tilbaka hvað þetta var einstakur tími að fá þennan hóp til þess að vinna saman. Bursi frá því hver var CEO eða stæðstu hluthafarnir, bara þessi hópur var að vinna saman. Og ég held að það sé kannski svona stæðsta breyting á þessum tímum. Núna ertu með fyrirtækin svolítið svona spredd þinn á þessu litla landi. En það jafnast allt út vegna þess að með nýri tækni þá eigum eftir að sjá stærri fyrirtæki vera til sem eru kannski bara jafnvel einstaklingsfyrirtæki í dag. En það sem tók við var bara eins og segi, það var bara að halda áfram að finna besta fólkið. Ég veit það að það sem að gerist hjá okkur að við náttúrulega hækkuðum launin í landinu gagnvart þessari stétt umtalsvert. Við náttúrulega ákveðum bara að borga mjög góð laun og að því að við vissum það að við vorum háð fólkinu. Við erum svona human capital basarað fyrirtæki. Við erum það ekki að talentinu var ekki háður okkur, fyrirtækið var háð talentum í fyrirtækinu og við vorum mjög meðvituð það og það þurfti að byggja á trausti og þú ert komið með marga klárustu einstaklingu landsins undir sama þak. Það er bara merkjuð upplifin að geta mætt til vinnu á hverjum degi inn í slíkan hóp. Einmitt. En hvernig svona á þessum tíma þeir eru komin út, hvað svona stóra sýnin sem að þeir eru með á fyrirtækið? Það var bara framtíð internetsins. Við náttúrulega litum á það að við vorum með hinn nýja vafra og síðan fengum við fjárfestingu frá Ericsson sem var sömuleiðis mjög stór fjárfesting inn í félagið og myndi vera mjög stór fjárfesting meira sig í dag og þá var
eru svona ákveða að fjárfesta í okkur, þar sem við vorum búin að vera að koma okkur fyrir sem evrópskt félag og eitt af fáu fyrirtækjum svona Norðurlöndunum sem voru virkilega að ná fótfestu á internetsviðinu og við vorum með ákveðið svona approach gagnvart því hvernig vafrar myndi þróast út í að verða og við vorum meira á svona multimedia sviðinu og þótti og okkar lausnir þóttu mjög svona verðugur kostur fyrir ýmsa hluti sem endar svona á því að verða kannski meira í dag meira bara grunninn af tölvuleikjum og við þegar Ericsson fjárfestir í okkur að þá vorum við með nokkuð verkefni sem við vorum búin að vera með á teikniborðinu. Eitt verkefni köllum við Link og það var eitt af svona verkefni sem einu hugmyndum sem að mér fannst vera mjög svona rökrétt næsta skref á sviði, bara á internetinu. Þá hafði maður séð það og hókinar einslu á mörgum fundum og eins og vísaði hann Steve Case og fleiri sem að voru að svona vísa í einfallleikan og fleira. Link var hugmyndum að taka ákveðna tækni út úr OS Virtual og búið til sér pródukt úr því og það pródukt þótti Ericsson vera mjög spennandi og það hét iPulse síðan seinna því að Link var erfitt nafn og það er svona vara sem er svona svipuð bara eins og WhatsApp í dag. Já. Nema það að þessum tíma þetta var kannski meira svo Telegram að þetta var encrypted og þetta með plugin interface þetta var með ykkur developers kiti, þetta var alltaf bara, ég meina, ef þessi vara væri til í dag, hún væri líklegast, bara í síni formi sem hún væri bara eina svo öflugasta, hún var mjög framsækin, nema það að með fjárfestingu Ericsson að þá höfðu þeir ákveðið power í stjórninni hjá okkur og þeim svona hugnaðist ekki að við myndum fara direct to consumer, þar að segja eins og með WhatsApp, þú bara hlaðið því niður og notar það, þetta er bara eðlilegt í dag, en á þessum tíma þá ertu með modem, þú þarft að hlaða niður hugbúnaðnum, menn voru að dreifa hugbúnað með allskins triksum til þess að koma þessu út og okkar Ericsson vildu að við myndum taka þennan snildar hugbúnað og selja hann frekar inn til símafyrirtækjana og það var í sjálfu sér mjög fínt plan að leyfa símafyrirtækjunum að vera mjög svona nútíma gjörn og bara líta cool út. Þannig að þeir bönnuðu okkur umverulega, það var vitúað á stjórnarfundi að við myndum fara beint á markaði með þessa lausn. Og það voru gæjar sem fylgdust svolítið með þessari þróun og hittu á okkar menn, það var með Skúla og Hilmar og fleiri út í Kanada. Fyrst komið þessi Svíjar frá Norður Svíþjóð og voru að betla pening, vildi fá smá fjármögnum frá okkur, við átti þá svo sem engan pening, en það var sem sagt fyrirtækið Skype og þeir stofnuðu Skype út úr því og það var líka annað sem gerist þannig að örugglega ára undan og þá var, ég man eitthvað var ég eða Kjartan Emils sem var þá CTO hjá okkur, voru með kynningu á okkur Telekom ráðstefnu og það var bara fullu salur frá Microsoft allir að taka glósur og svo okkur 8 mánuðum setna þá lonsa þeir MSN Messenger þannig að við vorum alltaf á nefa algjörlega á undan markanum í útfæslanum en þetta var svolítið spurningum hvernig ferðin á markaðin og það er í raun og veru jafn mikið nýsköpun í því hvernig hún nálgast markaðin það er að segja í svona go to market versus það hver varan sjálfur þannig að við ákveðum að halda áfram að selja þessa lausnir inn í símafyrirtækin inn í T-Mobile og AT&T og þessa aðra en svo sátu þessi fyrirtæki bara á lausninni á þess að vera að rúlla því út. Já, gáða ekki út? Nei, þetta var ekki markasett eins og við hefðum viljað. Já. Og svo bara náðu Messenger hjá Microsoft og Skype fótfestu og tóku svolítið þennan markað. En þetta síðan þegar að þróast osi þá áttin að það er ákveðinir hlutir á okkar hugbúnaði sem að urðu hluti meira með öllum farsímum, þannig að meira með allir Nokia símar voru með okkar hugbúnað og svona ósýnilegan læsins það þarna inn þannig að þetta var breytist í frekar svona sérhæfðan internet tengdan
svona farsíma hugbúnað. Já, einmitt. Manstu á hvaða tíma þetta er kringum 2000? Já, þarna eru komið kringum 2000. Já, og hvernig kom svo osútur.com bólunni sem að sprakka hana? Já, við náttúrulega sko, okkar bransi, það að segja, við vorum mjög mikið að vinna með Ericsson, þá var þetta kallað sko telekom-krassið. Já. Svo var þetta raunverulega af internet krassinu og internetbólan og þetta var þannig að bara fjármálamarkaðarnir þeir algjörlega lokuðust og það gerði það verkum að við þurftum að taka mjög svona drastískar breytingar í okkur. Og þar á þessum tíma þá ég orðin svona breyttir tímar hjá mér. Ég held að það að verða faðir, það held ég að væri bara ekkert mál sko. Myndi ekkert breyta manni, en það hafði áhrif á mig og ég tók því mjög alvarlega og fór í það hlutverk, þannig að ég var ekki til í að fara þá breytingu að flytja aftur út og fara til Kanada. Þannig að ég síðan yfirgef Ós á þessum tíma í einhvern x tíma og einhverjum árum setna þá Ós selt inn í Nokia og svo kaupir Microsoft Nokia og þetta fer svona í einhvern hring sem enda þannig að þegar að Microsoft í endurskipulagningu að þá tekst mér að það kaupi ég Ós dóminni aftur út úr félaginu. Já, tilbaka. Já, var Ós selt 2008 til Nokia? Já. Hvað var ekki $300 million? Jú, þetta kemur á byrjun október 2008 á einum ótrúlega tímapunkti. Já, einmitt, það mikið var í gangi hérna heima. Já. En á þeim tímapunkti þá varst þú ekkit að vinna eða starfa hjá félaginu? Nei, þá var ég komin í meira í fjarskipti. Ég hafði sem sagt farið í það að ég stofnaði Nova síðar, eða sem sagt ég tók að mér að stofna Nova fyrir sem sagt Nova Tor og hafði mjög gaman að fjarskiptabransanum og við sáum að byggja það upp. Ég sem sagt Nova var stofnað raunverulega eftir að ég hitti á Bjögga og Nova Tormenn á landsleik út í Búlgaríu og við pitsum hugmyndinni að það var að setja upp 3G fjarskiptanet mjög hratt með því að vinna með orkuveitunni. Og á þeim tíma þá var ég svolítið fói yfir fyrirtæki sem ég hefði stofnað undan sem var Vodafone. Ég stofnaði sem sagt Íslandssíma árið 98 og við förum með það félag á markað árið 2000. Já. Og þá var ég að reka fjárfestingasjóð og Ozone Ventures og var með fjárfestingar í fullt af fyrirtækjum og ég var að reka þá einn af stærstu svona vísisjóðunum svona einstaklingsdrefin vísisjóð á þeim tíma og fjármagnaði svona startið á Íslandssíma sem heitir núna Vodafone og raunverulega sín í dag og stofnaði það í ágúst 98 og síðan í öllu fyrir maður marka árið 2000 og síðan kemur krassið bara á fjármálamörkuðunum og þá lendi ég líka í miklu brasi bara með mína fjárfestingar. Já. Og á þeim tíma og sel mig út úr Vodafone í Íslandssíma og síðan líður ykkur tími og svo finnst mér mínir gömlu góðu vinir sofna svolítið á verðinum og ég fann ekki fyrir þessari framþróun sem var til þess að það kom hvati að stofna Nova og Var þetta ekki árið 2004? Jú, eitthvað kringu það, akkurat. Þannig að þá var ég búin að vera svona svolítið í þessu telekombröldi. Mér fannst gaman að vinna í þessum telekombransa. Mér fannst skemmtilegt að það að búið til símafyrirtæki, það er svona eitthvað sem að næri til allra. Að geta að gefa þeim gott símasamband og vera með vel rekið svona fyrirtæki sem með svona almenningsþjónustu. Já. Svona consumer fyrirtæki og það hreyfði mig mikið á þessum tíma. Síðan við Nova að þá við byggjum það upp, ég vann í því verkefni í kannski 2 ár og svo aðfendu við það félag inn í Nóotur og þau taka alveg einstakir einstaklingar, Líf og Jóakim takar alveg við keflinu
og byggðu það síðan upp í það sem að Nóa varð úr og gerðu það alveg stórglæsilega og fór svo með það að markað og svo frammiðis og þannig ég hafði heillast svolítið af fjarskiptamarkanum og svo aðeins út í Bretlands og Írlands stofnum fyrirtæki þar og fór þetta að byggja upp infrastruktúr, ljóslegri infrastruktúr og þannig að ég var svolítið að mér langaði að prófa eitthvað allt annað en hugbúnað. Já. Og gerði það í smá tíma og þá var ég meira bara með áhuga á bara pjúra rekstri og við vorum með 150 manns að rúlla út ljóslegra infrastruktúr út í Írlandi og ég var þar með honum Ella frænda mínum og það var mjög skemmtilegt og við sem sagt lærum rosalega mikið á því og ég þar lærði maður svona svolítið aðra hlið á rekstrinum og á rekstri fyrirtækja að fara út í svona infrastruktúr uppbyggingu. Já, einmitt. Og það svona svolítið allt þetta blandast saman svolítið við, þetta svona veganesti mitt í dag og bara í því ferðalagi sem ég á í dag með mitt fyrirtæki í dag. Einmitt. En allt svona einhvern veginn í kringum tækni sem aður. Já, eitthvað sem að hægt að skala upp og gera stórt úr. Það þessi frumkvöla starfsemi, það byggir svolítið á því að smíða fyrirtæki sem að gæti náð vexti sem að væri einhver margföldun á árlegum grundvelli og það mjög erfitt. Já. Það eins og bara að taka þátt í ólympíuleikunum, að reyna að krönsa það og þar eru væntingar fjárfesta en success rateið mjög lágt. Það líklegast, þetta eru svona erfiðustu verkefnum sem hægt að ráðast út í. Já. Og það ég hef alltaf verið heillaður að þeirri áskorun en að því leyti að koma að því alveg frá grunni. Það bara að byrja rauðlega bara með autt blað og byggja upp. En það kallar á rosalegt commitment og í raun og veru bara þrautseigu að keyra slíkt plan alla leið. Já. Og það eins og ég segi, það talað svolítið það að success rate þar bara frá 1 til 10%. Einmitt. Fyrirtækjum. Einmitt. Það svo fáið sem geta verið að vinna svona lengi í óvissunni. Já, og það stundum verið spurt, hvað það sem einkennir frumkvöla? Það eru frumkvölar sem að komast í svona pík, svona capacity, það að ná að vinna bara á öllum sílendurum þegar óvissan í hámarki. Já. Og það í raun og veru, það valla mannlegt að það sé dræfirinn. En en það hefur svolítið verið svona mín skilgreining á frumkvölum og þeir þrífast í óvissu. Og maður horfir á þjóðfélög, reyna að pæla í því hvað eru margir sem myndi þrífast á því, það kannski, á bilinu 1 til 10%. Já, einmitt. Og það er alltaf óvissa en það allt hægt og ég trúi því að frumkvölar þeir þurfa að vinna með það hugmyndafræði að það allt hægt. Þetta bara ákvörðun og fyrirtækin þrautsegjan og baráttan og uppbyggingin, þetta allt bara ákvörðun raunverulega frumkvölana, founderana. Það aldrei neitt búið fyrir að raunverulega þeir ákveða fyrir sjálfa sig, af því að það allt hægt og og eins og ég segi, það meira til það meira tækifærum það úti og fjármagni heldur en einstaklingarnir sem að trúa því að það sé hægt að framkvæma hlutina. Já, einmitt. En þannig árið 2008 sem sagt, þegar þið seljið Ós, hvað það svona sem að tekur svo við hjá þér heima? Ég var ekki hluti af þeirri sölu. Nei. Og þá var ég búin að þá varst þú farin út? Já, þá var ég búin að vera í uppbyggingu á fjarskiptafyrirtækjunum og en það sem tekur við að mér að ég sem sagt kaupi raunverulega aftur út nafnið og það var bara eitthvað svona röð tilviljana
að ég skildi síðan hafa stofnað annað fyrirtæki sem hefur heitið sama nafni Ós. Þetta orðið eins og bara eitthvað ættanafn. Þetta svona... Bara fast við því. Já, þannig séð sko. Já, í raun og veru. Og það er sko, ég náttúrulega ekki fyrirtæki í dag sem heitir Ós áfram og það er allt annað fyrirtæki og við erum að vinna í sportinu og ég á þessum tíma sko, þessum árum sko, þegar að bankahrunið gerist þá ákvað ég að það leið mér þannig að ég þyrfti að læra bara hvað gerðist bara hrundu allir bankarnir, ég man alltaf eftir því þegar Kaupþing hrundi þá það tengdi ég svona ég fann eitthvað svona innra með mér bara hvað er að gerast á Íslandi, þá bjó ég út í London og ég tók eiginlega þá ákvörðun bara ég var að fara að sofa og svona melta bara fréttir dagsins, að ég var búin að vera svolítið frá Íslandi og í bara svo allt öðru verkefnum og ég sagði hvað er að gerast og ég ákvað að flytja aftur heim inn í óvissuna en að gera eitthvað allt annað og ég ákvað að bara gerast svona sjálfboðaliði. Ég stofnaði fyrirbæri, eða ég sett á laggirnar fyrirbæri sem hét hugmyndaráðuneytið og meira þessu út úr hugmyndaráðuneytinu þá hittust fólk á sviði nýsköpunar sem að fullt af krafti og ég hugsaði með mér að ég getur kannski reynt að láta eitthvað gott að mig leiða í brunarústunum og við ráðumst út í allskins skrítin verkefni, mjög erfið verkefni. Við búum til þess að þjóðfundi, það eru 2 þjóðfundir, það var 1 þjóðfundur bara fyrir framtíð Íslands, haldinn í Laugardalshöll og svo réð Alþingi mig bara, sko fyrirtæki mitt bara persónulega til þess að sjáum að halda þjóðfund aftur bara fyrir Alþingi. Já. Og ég sem sagt gerði samning og við Alþingi að framkvæma sem sagt alla þessa flóknu útfærslu að gera þjóðfund fyrir nýja stjórnarskrá. Ekki það að ég hafi neina þekkingu á gerð stjórnarskrár, heldur þá var ég bara búin að kafa ofan í það hvernig ég er búin að spyrja mig svona mikið af svona heimspekilega spurninga bara hvernig ákvarðanir verða til og bara hvernig hægt er að gera plan, er hægt að gera plan fyrir þjóð. Ég vissi það ekki, ég þurfti bara að prófa það. Þannig að ég var sjálfboðaliði bara á mína sem var eitthvað hugmynd sem ég bara vaktaði upp með að það væri góð hugmynd og ég var sjálfboðaliði 2 ár ég var bara að brasa í hugmyndaráðundinu og það var alveg frábær tími, það var svo skemmtilegt og ég var aðeins að kenna, ég var svona stundakennari upp í Listaháskóla og ég var tókað með þar verkefni að bara mjög stutt á hverju ári að halda utan nýsköpunar kennslu að kenna og verkefni á milli sem að kennsla á samstarfsverkefni við Háskólann Reykjavík og út úr því kom svona frumkvöðlakeppni og gera viðskiptaáætlanir og svona hóparnir að pizza til fjárfesta, mjög skemmtilegt, mikið kreativity og úr því öllu verkefni þá var til eitthvað sem hét síðan hugmyndahús háskólana en eru Grandagarði og það sem að urðu svona bækistöðvar hugmyndaráðuneytisins. Það var bara eins og eitthvað svona creative bara sprenging þar í gangi, það var alltaf eitthvað nýtt að gerast og mér leið svolítið þar að manni hafi tekist að móta svipað umhverfi eins og mótuðum í gamla Ós sem að einstaklingar sem vildu bara einmitt bretta upp ermar og láta gott af sér leiða. Drifið áfram að bjarsýni og jákvæðni og það var allt hægt og þar var eins og bara það, heyrðu, hvað gæti íslenska þjóðin bara átt framtíða sín, bara eins og eitthvað fyrirtæki sem með 300 starfsmenn prófum það, tjekkum á því og þannig var þjóðfundurinn til bara svona brjáluð hugmynd en við framkvæmdum það og þetta var stórkostlegur lærdómur þetta voru árin 2009-2010 hjá mér síðan 2011 að þá var nú komin tími til að fara aftur í business og ég er búin að vera taka einhvers konar og skrifa masterspróf í bara framtíð lýðræðis og hugmyndavinnu og bara, ég veit ekki hvað og svona my way í kringum svona approach til menntunar og það var
já, eins og það var rosalega gefandi og ég hugsaði tilbaka, það var þetta bara svona rómantist tímabil, þrátt fyrir það að það var eitthvað með brunarústir allstaðar, það var samt svo mikið kraftur og einhver staðar þurftu einstaklingar að ná að hittast sem að þú veist, höfðu trúna og við vorum ákveðið plattform fyrir þá einstaklinga og út úr því var til eins og sagði að hann fullt af bæði fyrirtæki og fjárfestinga fyrirtæki, ýmislegt sem kom út úr því og síðan ákvað ég að já, bara fara út í næsta rekstur sko. Já. Eftir hugmyndaráðundið. Eftir þetta? Já. Það sem voru kannski meira í staðin fyrir að vera eins og allir aðrir að fókusa á vandamáli, það voru þið að fókusa á framtíðina? Já, við sáum fyrir okkur við getum verið bara hálfgett skuggaráðundi. Já. Af því að við vissum það að allir áherrar voru bara fastir í að bara vinna í brunarústunum, byggja upp bara úr fortíðinu og reyna að vinna úr skuldum þjóðarinnar og allt þetta. Og við tókum bara við keflinu, við skulum bara sjá þú veist, nýsköpunina aðeins núna og við skulum taka við keflinu þar. En þetta var náttúrulega, hugmyndafræði mín með hugmyndaráðandi var að það mátti alls ekki stofna neitt formlegt, það mátti ekki stofna félagasamtök eða neitt, vegna þess að þá byrja vandamálin. Já. Þá bara, hver allar að borga kaffið, hver allar að pikka upp reikningin hérna húsalegunni, þú veist, við urðum að vera sko utan kerfisins. Þannig að þetta varð að vera pjúr sjálfboðavinna. Já. Og við náðum að halda því úti í 2 ár og á þess að stofna, hugmyndaráðandi var aldrei stofnað sem félag eða neitt pólitískt afl eða eitthvað slíkt. Það skipti engu máli hvort þú værir frá vinstri eða hægri eða upp að niður, það var algjörlega ópólitískt. Já. Einmitt. En svo ákveður beint eftir það að fara aftur í business. Já, og ég segi nú kannski ekki beint eftir það vegna þess að þetta tímabil var þrjusu langt og þessi 2 ár prófa að vera 2 ár sem sjálfboðalið, þetta er tímabil sko. Já, ég trúi því. Og það var líka það var það sem ég langaði að gera eitthvað nógu erfitt, eitthvað að sjá hvað ég hefði mikið úthald. Það var svona testa sjálfan sig sko. En já, svo fer ég í business og fyrir verkefni með Jóni Tetzner vinnu mínum og og við vorum með ákveðna hugmynd hvernig framtíð sjónvarpsins myndi vera og ég hafði alltaf áhuga á þessu visual þáttum sko og fórum með ákveð verkefni þar í svona tíma og svo bara þróuðust hlutirnir eitt leit og öðru og fór svolítið mikið í tónlistatengda hluti en síðan 2015 þá heillast ég bara af sportinu og það var vegna þess að ég var búin að vera að vinna mjög djúpt í tónlistabransanum og ég sá fyrir mér, ég var þá búin að búið til lausn sem að var ný útfærsla á sko fanclubs og menn voru að hlæja því þess að þú væri með sko svona eins og OnlyFans nema bara tónlistamenn. Já. Það er að segja að tónlistamenn getur bara verið með sína eigin klúbba, bara áskriftu þjónustu og ráðist inn að markaðin þannig. Já. Og þetta náttúrulega var vel á... Þetta er svona eins og Patreon líka? Já, raunverulega ég byrjaði með þenn rekstur á sama tíma á Patreon. Patreon, þeir eru þarna, þeir eru að gera þetta svona, þeir nota bara YouTube, við erum að gera þetta alvöru sko. Já. Við erum með okkar eigið app og við erum okkar eigið videoplattform, við þurfum ekki að vera með þetta eitthvað á YouTube og svona og þegar við vorum að fylgja svolítið með hvorum öðrum sko, en Patreon þeir neldu þetta. Já. Og ég veit ekki hvað þeir að velta miklu núna, örugglega 5 billjónum, ég myndi skjóta á það sko, en ég er ekki kláraði, ég hef ekki tjekkað á því nýlega, en við fórum í það approach að þú sem kreatív aðili þú getur byrjað með klúbb. Sko ég var mjög aðdáðandi í Deepest Mode þegar ég var bara unglingur og ég náði ekkert með að snúa upp höndin á pappa og hann myndi sko borga áskriftina að ég geti verið í fanklúbnum, í Deepest Mode fanklúbnum, ég var 12 ára, 13 ára, ég var mjög ungur og fekk ég sem sagt eitthvað svona ljósita fréttabrif og mér fannst það geggjað, eitthvað sem aðrir voru ekki með, ljósita einhverjum textum og einhverju alls konar eitthvað. Já. Svo komu albúmin, þá gaf maður fengið eitthvað svona voða flotta 12-tómu með eitthvað svona marmar útliti og flottir og ég hugsaði með mér að mín framtíðarsýn var að the medium er vídeo, nú erum við í
podcasti á vídeo, en auðvitað líka á hljóði, en sko, það var hugmyndi mín svo að gefa listafólki tækifæri að vera með raunlega áskriftarklúbb og það var kostnaðarsamt, við lonsum því í Los Angeles og og með mjög svona veglegu lonsi, en síðan þetta mikil barátta og mjög raunlega, það þarf töluvert fjármagn og Patreon voru samhlið okkur með aðra útfærslu og þetta er go to market, þetta er ekki bara spurning að vera með það besta. Nei. Þetta er spurning hvernig þú nálgast markaðinn í skrefum og nærð að bara negla þá hillu sem það byrjar á. Já. Og Patreon byrjaði með þá bara hillu að vera bara með það að þú bara byrja bara með áskriftina hverju sem ert með og það svolítið allt svona bara flexible. Mér fannst við vera Apple versus Microsoft. Já. Að Patreon væri bara allir fítosarnir þarna, en við varum clean, einfalt. Þú tónlistarmaður eða einhver listamaður, þú skilur hvað við erum með og en Patreon, eins og segi, þeir unnu þessa orrustu. Á sama tíma þá erum við með sko, þeir sem sagt listamenn sem voru kannski mest að kveikja á þessu voru aðalega í rap heiminum. Já. Og það var alls konar rap battles og fleira tengt hiphopinu sem að og ég var svolítið fyndið, sko, ég var svona leit alltaf á mig, ég pældi einu sníði því ég var heima hjá einu listamanni sem heitir Big Sean, ég var heima hjá honum í LA og hann var hérna í stúdíunni í kjallara með öllu vinnu sínum, svo ég eitthvað svona middle-aged hvítur gæi frá Norðurpólnum, sko og ég var svolítið fyndið að vera í þessu bransa og innan sko rap-sinnuna sérstaklega, það bara því að hún var svona mest creative og og þar var svolítið krafturinn, en þeir voru svo óáreiðanlegir allir. Allt í einu hringir Big Sean sem dæmi í mig og segir, að veistu það, ég bara, það voru að fara að lonsa Big Sean klúbnum, bara $5 á mánuði og hann með svona stúdíu heima og fullt af hlutum að gera sem hann var að vinna bæði með Kanye West og fleirum og hann var að leikbúlans Kanye og svo hringir hann og segir, heyrðu, ég er að flytja til Detroit, ég ætla ekki að gefa út albúm mitt eins og við ætlum planið, ég ætla aðeins að finna mig, taka árið því. Svolítið að ég ákvað að finna mig að vera að gera búið til hugmyndaráðundið, það er aðeins að finna mig og ég sagði, þannig að ég var búin að vera þá líka með ónefndum aðilum og þeir komu inn á fundarherbyggi hjá okkur í LA og ég hlakkaði svo mikið til að hitta það alla og ég er búin að undirbúa geggjaða kynningu og bara upp á mitt besta, svo koma þeir allir út úr reyktir og ég sagði bara, þetta er ekki business, ég nenni ekki að standa í þessu og þetta var svolítið vandinn við tónlistarbransan. Svo þá vikuna þá fæ ég símtal, heyrðu, frá Íslandi við erum það er eitthvað fanklúbur sem er bara, hann er bara búin að koma með 5 milljónir núna í tekjur bara á einni helgi. Ég sagði, já hvað, það er eitthvað íþróttatengt, þetta er eitthvað fimmleikar. Ég sagði með mér, sko, ok, þá ferum við að skoðum rannsökuðansmarkaðinn og við sáum það að sportið væri miklu meira spennandi markaður heldur en raunverulega tónlistarbransin og Spotify voru líka búin að svolítið taka business modelið og svo náttúrulega voru fanklúbandi bara komni yfir á TikTok og Instagram. Spotify náttúrulega kom inn í gegnum að mínum að þetta er svona loophole í bransanum sem er svona radio license stefgjöld, sko, og meðan að Apple voru svolítið fastir í að selja, þú veist, lögin og svona, þannig að Spotify ná go to market þar og með eitthvað nýtt konsept varandi hvernig á að kompensata fyrir tónlist og með því að fara í gegnum, sko, þú veist, svona stefgjaldar þú veist, hlutin í þessum licensing samningum sem er náttúrulega bara dóðrandar, sko, en þeim tókst það og ég hugsaði með mér, ok, við fókusum núna það á nýts sport hilluna og þetta hefur verið svona 2015. Ertu að tala um live sport? Já, algjörlega live og þá kona mín er tengd í hestum, þá erum við búin að gera líka eitthvað í Íslandi í hestunum, þá erum við búin að vera með landsmót hestamanna og eitthvað svona hestatengt og það náði líka að ákveðna fótfestu mjög snemma og
og fimmleikar og svona dog agility og fleira. Síðan fer maður bara og ég ferðast út allan heim, hitta bara íþróttasamtök út í Lausanne og hérna í Brasilíu, út með Bandaríkin og öll Norðurlöndin og Frakklandi og Ítalíu, auðvitað Bretlandi og svona. Og bara að taka viðtöl og ræða bara í svona customer development, bara ræða hvert, hvað við getum gert til að hjálpa og við vorum með geggja plattform og þá fann ég það að í sportinu og í live sport að það var voru vandamálin ekki endilega þau að dreifa efninu. Já. Það voru margir bara sátti við YouTube, ég með mína Patreon reynslu, ok, ég ætla ekki að lendi því aftur og hókina reynslu þar, áður með iPulse og bara með Skype og þú veist, allt það dæmi í reynslubankanum og ég hugsaði með mér, það sögðu allir að sama, vandinn okkar að framleiða efnið. Já. Og það engin alvöru nýsköpun, það ekki til í heiminum þar. Ég sagði ok, og þetta var svolítið hindrunin allstað nema að koma í eitthvað svona megasport eins og English Premier League og World Cup og eitthvað slíkt, að það var bara unlimited budget. Og ég sá það að mesta tækifæri til að láta gott af sér leiða að væri að hjálpa íþróttahreyfingunni að framleiða efnið. Já. Og ég eins og Íslandi, það var engin að framleiða neitt eins og hestatengdu eða eitthvað fimmleikum eða eitthvað og við vorum búin að vera að testa í körfuboltanum, vorum með hjálpa káringunum með eitthvað sem heitir KR TV og svona og þar voru nokkur 100 áskrifundur og sá að klúbburinn gat á þeim tíma við erum eitthvað 2 milljónir í ástekjur af þessu, bara pínu lítið test sko og þú sagði, þetta eitthvað og það verður svona byrjunin á því verkefni sem að ég að stýra í dag og árið 2016 og 17 þá ákveðum við að fókusera frekar á framleiðsluna heldur en dreifinguna. Já. Við fundum að það nóg mikil barátta hjá sjónvarpsstöðum að krækja í live sports og það eru komin ný tækifæri varðandi auglýsinga sölu og sponsorships í ókeypis dreifingu og og ef að þetta eru ókeypis, ef þetta eru neðri deildir þá eru þau, þú veist, þá séðum efnið þeirra með ódýrari leiðum og á TikTok og Instagram. Já. Og ég hugsaði, þetta fari í þessa hillu sem þetta í miðjunni og og ég ætla að gefa öllum tækifæri, meiri segja bara pollamótum, að fá fullorðins production. Og þetta verkefni, hugmyndin kemur upp hjá mér 2016 að fara út í það að fara út í production hlutan og verkefni hét OSI á þeim tíma og við sem sagt byrjum að vinna í robotics að ná tökum á því og síðan 2017 þá sjáum við það að við erum búin að finna robotaaðferðina og þá hugsaum við, ok, við þurfum einhvern veginn að ná kostnaði niður, þannig að við þurfum einhvern veginn að stýra þeim og þá raunverulega setjum við upp gervigreindar svið okkar og förum að fjárfesta í að búa til okkar eigin tauganett sem að eru raunverulega byggja tölvusjón sem að reyna að skilja bara fótbolta og raunverulega bara team sports og kerfið okkar í dag það veit hver var síðast með boltan og hver sparkaði síðast með boltan og það tekur ákvarðanir 50 skiptum á sekundu og þetta orðið mjög öflugt kerfi. Hvernig veit kerfið það? Er það með einhver skynjar eða hvernig? Já, við erum raunverulega, þetta tölvusjón þannig að það greinir allt sem í myndramanum. Það gerir það 50 til 60 sinnum á sekundu. Já. Og það veit bara allt staðsetningu allra leikmanna og og þetta eru kerfið sem við erum að smíða í dag og erum konum með tilbúið, erum að koma þessu út á markaðinn og vorum bara að halda upp á það núna að vorum að fá smá fjárfestingu inn í fyrirtæki frá Sky Sports og móðurfélaginu þeirra, Comcast, þannig að við erum komin í þróunarsamstarf með þeim sem er alltaf bara meiri hátta tækifæri fyrir okkur og og það sem kerfið okkar gerir er að við sem sagt setjum upp svona array af myndavélum, þetta eru 6 myndavélar sem er svona standard, það eru 2 í miðunni svo 2 sem er svona kallum þetta offsite myndavélarnar og svo eru 2 sem við kallum goalcam myndavélarnar og þær allar eru að tala saman myndavélarnar og þær náttúrulega eru robotum og þær allar segja það er
eitthvað leikatri í gangi og það mikið sótt að markinu og það lið BM með boltan og lið A að verjast og þá þurfum að freyma þetta á hverjum máta og myndavélarnar alla hjálpa stað og þeir allar segja neini, þetta leikmaður nummer 7, nei, þetta leikmaður 5 og hér þessi þessu liði og þannig getur kerfið sem sagt verið bara á sjálfstýringu. Já, ok. Og með því þetta að framleiða fótboltaleik með mjög litlum tilkostnaði. En hvernig sem sagt myndavélar stjórnar sér þá alveg sjálfar? Já. Og var alveg til myndavélar og annað sem funkaraði fyrir þetta, þurfti þið líka að gera það? Já, því miður var ekki til. Það var ekki til? Nei. Við náttúrulega kemur þessi reynsluheimur varandi það að passa upp á það að finna upp sem minnst. Já. Og þannig að við erum að vinna aðalega með Sony myndavélar og það engin myndavélarnar eru bara linsan og raunverulega mótorinn sem færi linsuna fram og tilbaka til að geta zoomað inn. Það er engin þekking í linsunum. Svo völdum við besta það kallast gimbal og erum að nota gimbal frá DJI sem heitir RS4 Pro og það bara geggjaði mótorar og carbon fiber og mjög stöður og flottir. Nema það er okkar hugbúnaði sem stýrir þessum græjum. Já. Síðan þurftum við að vísu að framleiða okkar eigin búnað, svona enclosure búnað til þess að loka og læsa þessum búnaði þannig að við getum bara verið með þetta út allt árið og næstu 10 árin bara á vellinum. Þannig að þegar búið að setja upp kerfi á einu velli þá fær bara kerfi að vera þar næstu árin. Þið eru ekkert að færa það á milli og alla? Við reynum að gera sem minnst af því. Já. En það geti alveg komið upp svo þörf en við og þetta kemur kannski að hluta til þessi infrastruktúr reynsla frá mér hafandi verið að rúlla út fjarskiptanetum og fleira. Það eiginlega mesti tilkostnaðurinn meira í uppsetningunni og öllu því. Já. Og það svona búnaður á að geta borgast upp á bara 1,5 ári. Einmitt. Og þá þá búið að borga niður fjárfestinguna og þá þetta bara þjónusta. En okkar viðskiptamódel það að við hjálpum sjónvarpsstöðvum eða deildunum eða klúbunum. Það eru mjög framsýnir klúbar sem eru að taka kerfið okkar upp úti og þá geta bara allir leikir litið út bara eins og það séu bara einhverju Champions League leikir. Já. Og ég draumurinn sá að þetta svolítið eins og að spila FIFA tölvuleik eða klubbfútból tölvuleik að þá hann alltaf bara flottur. Þú getur að fara að velja eitthvað lélegt lið og þá leikurinn lélegur, það bara alltaf flottur. Og hugmyndin með lausnin okkar að leikirnir eru bara allir flottir. Já. Og það tók okkur nokkur ár að velja besta velbúnaðinn og þetta svolítið eins og að koma út bara eins og sjálfkeyrandi bílum. Það var mjög mikilvægt að allt innvolsið og bílarnir séu í góðu standi og hvort það sé Audi eða Tesla eða hvað bílaframleiðandi sem það en hugbúnaðin sem lætur það að keyra það er stöðu þróun á þeim hugbúnaði. Já, einmitt. Og það bara uppfært bara á nóttinni þegar bílinn í hleðslu, þá bara uppfærist hugbúnaðurinn og hann verður alltaf betur og betri og okkar raunlega vegferð hefur verið svo að það aðal tíminn hjá okkur fór fyrstu árin að ná tökum á þessum velbúnaði og við erum búin að vera með framleiðslulínu út í Shenzhen í Kína og núna framleiðslu getan þar út í Kína, nú getum við framleitt 1000 unit á mánuði. Já. Og bara þannig að það búið að leysa það. Nú næsta skref að koma að sinna á fótboltavelli og við erum að byrja bara í fótbolta og svo verður kerfið alltaf bara betra og betra. Já. Og eina sem örugt með kerfið í dag, ef þú horfur útsendingu, að hún upp á sitt versta. Hún verður aldrei verri en hún í dag. Nei, einmitt. Það eins og með kveikir á autopilot einhverjum bíl, hann verður aldrei verri. Nei. Þannig að hann verður kannski svolítið betri næsta mánuði og í næsta, hann verður aldrei verri. Einmitt. Og það svolítið með gervigreind. Að hún verður aldrei verri en hún í dag. Og alltaf að vera betri. Hún bara alltaf að vera betri. En hvernig svona sérmað munin á því einhver leikir sem eru kannski að nýta sér þennan hugbúna sem þeir eru með og kannski einhver sem bara nota hefðbundið sem með myndatökumenn. Hver svona helsti munun? Það verður þetta alltaf nýtt fyrir öllum. Já. Og við erum bara að róla þessu út núna. Við erum búin að vera alveg endalaust þakklátt fyrir íslensku, fyrir neðri deildinnar á Íslandi að hafa tekið þátt í að testa kerfið með okkur.
það er búið að, ég get lofa því, það er búið erfitt. Já. Það er ýmislegt, kerfið hefur alveg bara farið í kollnís og heljarstökk og hvað er sem að búin að mjög óþekkt á köflum sko. Og við erum komin yfir það tímabil og við urðum að nýta það tækifæri hér á Íslandi. Já. Og en nú fer þetta að verða rosa flott sko. Ég myndi segja að okkar kerfi er 4K, þannig að þetta er svona eins og Netflix svona áferð, miklu meiri upplausn í öllu. Það er að segja að leikirnir á YouTube eða það sem að er hægt að horfa á efni í 4K. Já. Þannig að kerfið okkar er allt í 4K. Það er smá svona karaktermunur á okkar efni versus annað. Við erum með aðeins svona meira, við ígjum aðeins litina, af því að það er bara gaman að vera með smá svona extravagans í gangi, svona eins og Champions League, bara sér strax að svona grasi er alveg eitugrænt og svona. Það er ekki þessi grámygla. Nei, mitt. Það gerði svolítið bara óvart hjá okkur. Við vorum að horfa á leik einhver staðar hérna í Íslandi og svo bara vorum við eitthvað að tjúna til bara, wow, er þetta á Íslandi? Höfum þetta svona, þetta er svo skemmtilegt. Þannig að þetta er búið að vera svoleiðis síðan. Já. Það sem við erum að gera núna og við erum eina fyrirtæki í heiminum sem er bara búin að vera með þá brjáluðu hugmynd að trúa því við getum gert það. Já. Að það er að nota, gera svo kvöldu close-up skot með gerfugrind. Það láta gerfugrindina stýra og geta rammað inn close-up skot að þér. Og það er það sem er búin að vera okkar aðal svona áhersla síðasta hálfu árið, að ná þessum svo kvöldum AI close-ups. Já. Og það er ekkert fyrirtæki í heiminum sem er búið að krönsa það. Og við erum búin að heyra það frá mjög framsæknum klúbbum og líka ákveðnum bara leiðtogum í framleiðslu fótboltaleikja að svoleiðis lausn er ekki til í heiminum. Já. Og við erum með hana. Einmitt. Þá bara, ok, við skulum testa það. Já. Þannig að við erum núna þetta er spennandi ár hjá okkur núna og við erum eftir að sjá hvort að í hvað áfengum við gerum þetta. En það er gríðarlega áskorun og það er margt í okkar kerfi sem að allt þarf að tengjast saman og þetta er búið að vera ótrúlega skemmtilegt verkefni. En þetta er búið að vera erfitt verkefni. Þetta er búið að vera það er mjög mikil áskorun gagnvart starffræði. Öll mótilin okkar er okkar eigin gerfugrindamódel. Við erum ekki að tengjast við ykkur gerfugrindamódel út í heimi. Þetta er okkar módel sem er alveg byggð af okkur. Sá sem stýrir með mér gerfugrindasviðinu, hann er með PhD í ákveðnum svona tracking aðferðum, búin að vera með mér í þessu verkefni núna í 5 ár og er að vinna með fleiri PhDs á sviði gerfugrindar og það er mjög mikil starffræði og en eins og ég segi að leið búin að ná tökum á ákveðnum skotum þá eru þau bara komin for life. Já. Þannig að hagræðingin og maður ber þetta saman við að þjálfa myndatökumenni hvert einasta skipti sem kemur ykkur nýr til að vera á þessari kameru, miðjukamerunni eða eitthvað annað. Já. Það var þetta gríðlegt tækifæri. Þetta er náttúrulega bara framtíðin er í þessu. Já, framtíðin er í þessu og ég þetta markaðurinn er að átta sig á því að þetta er komið til að vera þessi aðferðarfræði. Við erum ekki að challengera starfsmannahaldi myndatökumönnum eitthvað sérstaklega. Nei. Við erum bara að segja farið og gerið eitthvað meira kreatív. Já. Ef að sjónvarpsstöð er með 100-200 miljón króna budget á ári að framleiða fótboltaleiki bara ok, haldið ykkur við það budget vinnið með okkur og framleiðið helmingi meira efni eða gera það helmingi betur. Einmitt. Verðum með bætum 6 vinklum til viðbótar við leikin ykkar. Þið getur verið með 3 menn og verið þá komið 9 myndavélar. Já. Á meira þess að minni tilkostnað heldur en að vera með kannski 5, þetta er svo mörg tækifæri að gera meira og betur. Já. Og það er svolítið hugmyndafræðin að gervigrindin í okkar huga er að gefa humans superpowers en ekki endilega replacea þeim, heldur bara gefa þeim betri tæki. Já. Og það er svo hugmyndafræði, þannig að við erum ekki í þessum heimi sem að kallast generative arts eða generative AI sem að er að generata fótboltaleiki sem að voru ekki til. Hjá okkur, ef geðningin er góð, þá þurfum við bara betri linsu, þá þurfum við betri sensor, betri myndavél, við erum alveg í því og þess vegna erum við vandað okkur mjög mikið að velja réttan velbúnaði allt saman og
að því leytinu til við frekar old school af fenginni reynslu síðustu 30 ára. Hvernig ertu svona nálgast þetta verkefni, myndir segja öðruvísi heldur en önnu verkefni, svona eins og talaður áðan go to market, þegar til dæmis eins og Patreon var vann ykkur í samkeppni í hinu verkefninu. Já. Hvernig svona einhver önnur strategía sem þú ert að nýta þér núna? 100%. Í raun og veru á öllum vikstöðum. Málið það að ástæðan fyrir því að núna í mars 2025 að við erum þeim stað sem við erum á núna, þannig að akkur erum við ekki komið lengra eða styttra eða eitthvað slíkt, það bara vegna þess að við erum með vöru sem að verður bara að vera á ákveðni standard þegar hún örugglega tekin í notkun hjá sjónvarpsstöðvum. Þannig að það þarf bara að vera með close-upin og vinklana og það þarf að freyma þetta allt rétt inn og allt þetta. Þangað til, það er erfitt að byrja með eitthvað svona lala, það þarf bara að vera drullu gott frá degi 1. Og þannig að það er verkefni okkar að ná því. Allt annað sem við erum að gera, það byggir á reynslunni svolítið go to market. Íþróttaklúbbar, þeir kunna ekkert að eiga tæki. Það er bara, það er fótboltaklúbbar sem er búin að út allan heim að kaupa til dæmis auglýsinga, svona parameter boards, svona auglýsingaskildi, og það eru sölumenn sem að selja þeim þessi skildi og rosa spenningur, og svo byrja menn að kveikja á þessu og hvað er auglýsingalagurinn? Já, það þarf að selja, það þarf að fara þurfum að vera sölumenn að selja auglýsingar á þessi skildi og allt þetta byrjar, svo kaupir flotta klukku, svona stóran skjá, og svo bílar hún eða eitthvað ryðgar eða eitthvað, og svo kann enginn á þetta, svo bara er klukkan hérna og hún er bara alltaf föst á síðasta leikið eitthvað, klúbbar eru bara meitt verkefni, það er að vinna deildina. Allt hitt er bara eitthvað bögg. Þannig við höfum alveg átt okkur á því að það þýðir að okkar hlutverk í lífinu er ekki að selja klúbbanum neitt, heldur að gefa klúbbanum miklu frekar tekjutækifæri. Og það sem við höfum ættir að gera svolítið í framtíðinni er að svolítið opna kerfið fyrir klúbbana. Það er að framtíðarsýnin er svo að deildirnar og klúbbarnir hafi tækifæri á því að prísa þetta rétt. Þannig að við erum bara með í dag erum bara með 1 ársgjald. Við sjáum að eiga búnaðinn og rekan. Þannig að þetta er svolítið eins og strategían var hjá Amazon með AWS. Þarf ekki að eiga þetta. Nei. Og við eigum búnaðinn, rekum hann eða okkar partnerar í hverju landi fyrir sig. Og við erum að leita af svona hálfgerðum svona licensing partnerum sem bara sjá það í hverju landi fyrir sig. Og þeir geta síðan unni með deildónum og klúbbónum og sjónvarpsstöðvum varandi pricing. Og þá er hugmyndafræðin svo nýtum kerfið eins mikið og hægt er. Ef það er eitthvað fjórðuflokkur eða spila, gefum þeim geggjaðan leik, bara frýtt. En látum úrvalsdeildina borga fyrir það. Það hjálpar úrvalsdeildinni að brýta góða leikmenn. Þannig er hringrásinn og það er hollt og það er sem þetta gengur út á, það er að halda grasótinni inn í leiknum og ég pælti því til dæmis þessi gríðarlega mikla árangur Íslands í að komast á heimsmeistaramótið, komast á World Cup og náttúrulega Euro og þetta og það er svona ýmsar kenningar, er það inn í húsa, er það stóru vellirnir, innanhús vellirnir okkar. Það er án efa uppbyggingin á grasótinni á Íslandi og við höfum verið til fyrirmyndar og þessu prógram hjá UEFA og FIFA hafa verið til fyrirmyndar og ég er svolítið með þá kenningu í dag að til að halda krökkunum í hreyfingu og í leiknum þá þurfum við svolítið að gefa þeim svolítið effektinn af tölvuleikjanum. Já. Og Hannes Halldórs markmaður, góðum vinur minn, ótrúlega fær, ég ber mikla veiningu fyrir öllu hann starfið sem hann að gera í kvikmyndagerð, svo stórkostlegt, hann sagði mér frá því, Guðjón, ég man það ennþá í dag, fyrsta skipti sem að ég sá sjálfa mig bara í sjónvarpi, svona í replayi, bara að verja og svona, hafði áhrif. Það var svona, já, ég hugsaði með mér frábær saga og ég tengi við hana og hvað verið gaman ef að vera að gefa öllum þetta. Það er það sem að kannski stundum meikar ekki alveg business sensið varandi framleiðina og tekjuflæðið, en það er samt hlutirni sem að gefa samt hlutunum tilgang. Já. Og það er alltaf þessi balans tilgangin versus hagnaðin. Ef þú nærð að keyra þetta tvennt saman, ef þú nærð að vera með það sem ég kalla purpose driven business, ef þú veist að fyrirtækið er for good cause, ef þetta er gott fyrir hagkerfið og gott fyrir bara fólk, bara jákvæði business,
það gefur auka búst, það gefur auka dræf og ég veit það að ef að það tekst að vinna með íþróttarhefingunni hvort það sé Íslandi eða öðrum löndum, hver sem það að innleiða kerfi þar sem að við erum að gefa krökkum eða yngri hópum og grasótinni sjónvarpsútsetningar, það sem við sérði í replayi og einhverju gólka myndavél eins og bara World Cup og þú getur sýnt vinunum þetta og foreldrum og öðrum, það tenging og það gott fyrir fótboltan, það gott fyrir íþróttina og hvort sem verður fótbolti og svo verða næst körfubolti og fleiri íþróttir að þá veit ég það að þetta verðugt verkefni að krönsa og það náttúrulega margir sem bíða eftir því að við klárum lausnina og þetta fara að virka vel og við höfum náttúrulega blásið í lúðrana nokkur sinnum og talið okkur vera tilbúin bara eins og gerist með öll nýsköpunarfyrirtæki og ef við færum ekki út á markaðinn nógu snemma þá erum við komin á markaðinn og seint. Þetta er fín lína. Þetta rosalega fín lína og sem betur fer erum við þau mistök sem við höfum gert sem að ég kalla nú alla mistök af því að það bara það allir að gera sitt besta þau kannski meira bara gerast í okkar svona tilraunar umhverfi á Íslandi og maður finnur kannski til með þegar að þessi þáttaka að ef eitthvað ekki að virka og ég svona kannski vísa til svona fyrir 2 ára síðan þegar við erum að testa kerfið í byrjun en núna erum við komin á spennandi stað í dag sem framtíðin ansi björt og það þetta að fara að sjá þessa leiki, það rosalega gaman að sjá þetta keyra og maður veit bara hvað þetta búið að vera mikil vinna að ná þessu heima saman þetta verður ekki púsla saman með á einhverjum 2 vikum þetta búið að taka næstu því 6 ár. En hvað hjá okkur núna? Þeir eru sem sagt mest þá bara á Íslandi, eru líka komin eitthvað út fyrir landsteinna? Já, við erum raunverulega með við erum allir núna sem fyrirtæki þá erum núna í svona því sem kallar svona pilotfasi og þetta svolítið eins og þegar verið að rúlla út sjálfkeyrandi bílum þetta er ferli þannig að núna erum við í svona svokölluðu pilotferli og við erum að senda búnaðan okkar þessa dagana það bættist 1 land við í dag við erum að senda þetta nokkur lönd núna og við erum bara að fara í gegnum pilotfasan og þannig að það býst við því að næstu 6 mánuðir hjá okkur núna þá verðum við áfram í pilotfasanum og við erum raunverulega bara að fara í gegnum svona ákveðin shottlista hvað það sem gerir góða fótbolta og við erum bara að fara í gegnum hann bara systematist og við erum að aðlaga tauganetin okkar til þess að geta hugsað eins og myndatökumenn og bara sem dæmi ef að við ætlum að ná góðu close-up skoti í fótbolta með róbótum og gervigreind þá þarf gervigreindin að vita í hvað liði, í hvoru liðinu sá sem með boltan verið að sækja á mark þess liðs og gervigreindin þarf að vita þetta á 30-40 millisekundum sem eru, mjög mikill hraði og það þarf mjög kraftmikið tauganett til að geta unnið svona hratt en það þarf líka að vera óbúslega lítið og nett og hnýtt með það þannig að það þarf að vera algjörlega custom made þannig að það þýðir ekkert að fara að nota eitthvað ChatGPT neitt svona það þarf alltaf að vera sér smíðað með þennan tilgang sem nákvæmlega kerfið þarf að gera og í dag veit kerfið nákvæmlega hverjum boltan hverju sinni og hver var með það síðast og þetta sending og við erum núna að skilgreina tegund hreyfinga, tækling, einkast og allt þetta og við erum að myndavélarnir allar að hjálpa okkur annari þannig að allar eru með svona bæði sjálfstæða hugsun en líka svolítið eins og kolkrabbi og það sem að allt vinnur saman Einmitt. Og svona eins og þessu margir heilar og það eitthvað sem er mjög erfitt að gera í raunverulegum útsendingum þú ert með mikið af myndatökumönnum og að ná þessu öllu heim og saman þá þýðir það að þá gætu við gert sýningarhæft efni sem fólk myndi kannski innan að horfa á fyrir alla það stórkostlegt það skiptir einhver máli hvort það sé úrvarsleld karla eða annar flokk kvenna bara fá það sama þetta allt í sömu gæðum það bara og líka annað að til að innleiða svona hlutamarkaðin þá þarf ekki endilega að taka alla kökuna strax það þarf að segja
eins og fyrir þá sem að taka upp leiki, þá segjum við, komið bara með ykkar myndatökumenn, nýtið bara okkar búnað sem addon. Já. Bara bætið við, allir með 3, verið þá með 9. Nefnitt. Nýtið bara kveikið á kerfinu okkar og gerið þið bara geggjaða vöru fyrir áhorfendur. Það snýst allt um það. Snýst allt um það að gefa bara fyrsta flokks útsendingu, nummer 1, 2 og 3. Já. En hvernig svona eins og talaður í byrjun að voru að draga mikið af ykkur, mikið að hæfileika ríku fólki. Já. Hvernig eins og teimið sem að þú ert að vinna með í dag í þessu verkefni? Ég með, sko það meira minn uppbyggt af svona gervigreindar sérfræðingum. Já. Og ég hef farið í þá áttina að stærsti hluti okkar teimi erlendis og við erum með svona meira svona creative hlutin, svona hönnun og planning hérna frá Íslandi og ég er meira með allt okkar svona gervigreindar menn og manneskjur úti. Já. Þannig að við erum með skrifstofur út fyrir landsteinuna og það eitthvað sem að gefur okkur miklu meiri stærri, aðganga miklu stærra networki á talent. Þetta eru samt skrifstofur sem eru með okkar húsnæði og okkar company kultúr og okkur hefur tekist mjög vel til að finna góðan talent. Já, draga þá að. Já. Já, einmitt. Hvað eitthvað svona öðruvísi sem þú nýtt að byggja upp teimi í þessu verkefni eins og til dæmis þau voru að fara af stað með VOS? Þegar við vorum að byggja upp gervigreindar teimið okkar úti, þá ég var svolítið mikið að lesa það sem mjög vinsælt að gera í dag, það að lesa allar þessar skýrslu sem að koma út í hverju viku gervigreindarmódel. Ég var svolítið í því fyrir 6 ára síðan og að lesa mjög mikið gervigreindarmódelin sem voru að koma út. Já. Ég fór svolítið að kortleggja vísindamenn sem að ég var impressed af og til dæmis sá sem að stýri gervigreindarteiminu okkar og búin að gera það núna í 5 ár. Ég sem sagt las hans doktors thesis sem var gefin út sem ákveðið thesis inn í ákveðið network sem mjög margir lesa og ég bara hringi í hann. Já. Og við förum að spjalla og follow up og mánuði setna þá var búið ráðan. Nærða samfæran. Já. Já. Og þetta er náttúrulega bara að skilja verkefnið, skilja það sem er framundan. Þetta var náttúrulega mikil áskorun í byrjun að fara út í, á þessum tíma var gervigreindin algjörlega svona, hún var ekki eins og í dag, það var mjög svona early on og mjög fáur í Íslandi í sjálfum sér á kafi í gervigreind fyrir 6 ára síðan en og lengra síðan 7 ár síðan en þetta bara snýst að selja drauminn. Já. Þetta snýst að geta sagt frá því sem að þér langar að smíða og gera á sannfærandi máta og viðkomandi þarf við að hafa trú á því líka og vilja taka þátt í því ferðalagi. Já. Og við í því teimi sem við höfum byggt upp úti þá höfum við aldrei mist neitt úr teiminu, enga starfsmann. Og við höfum eitt sem að þurft að hætta. Já. Og við reyðum svo aftur 2 ára senna. Já. Það er bara alveg framúrskarandi vinnukultúr og kultúr er náttúrulega, ég held að ég sagt það í byrjun við dansins, þetta snýst traust, þetta snýst kultúr, þetta snýst allt þetta mannlega. Nýsköpunarfyrirtæki er miklu meira þetta mannlega heldur en þegar fyrirtækin eru orðin establisheruð. Það þarf að vera traust og það aðalverkefnið að finna þá sem eru traustinsverðir og það sem eru bara aðila sem að hægt að treysta bara fyrir öllu. Já. Og það að gera líka fullt af mistökum þar og getur ýmislegt gerst í því en það allt þá bara þarf að vera lærdómur og veganestið fyrir framtíðina. Já, einmitt. Hvað myndið þú segja svona horfandi tilbaka að hafa verið svona stæðsti lærdómur sem að þú dregur úr öllum þeim verkefni sem þú er búin að vera að vinna í? Ég veit það ekki. Það er erfitt að útskýra þetta er svona eins og einhver vírus þessi frumkvöla þú veist þetta trakk að vera á þessu á sviði frumkvöluna. Það
Sko, það sem þetta náttúrulega bara human business. Þetta er sko, lærdómurinn að þetta snýst allt að vanda sig að finna rétta fólkið. Já. Og lærdómurinn alltaf sá að gera nægilegt bara background check og hlusta á magan þegar verið að finna sér sko samstagsaðila, partnera, starfsmenn til að vinna með dagstaglega. Ég held að sko það bara númer 1, 2 og 3 og svona ráðlegging til frumkvöðla, sérstaklega að menn að finna co-founders til að vinna með. Það þarf að vanda það óbúslega vel. Já. Og ég myndi segja að það sé einn mikilvægasti þátturinn. Það að finna rétta teimi. Og það ekki bara þessi frasi finna rétta teimi eins og alltaf tala Það er mikilvægast. Það er raunverulegt. Það er raunverulega áskorun og þú getur rosalega óheppinn með einhverja samstagsaðila bara á þess og það er svo auðvelt í dag að ráða sig í vinnu það eru endalaust TikTok bara hvernig, það er alltaf trenda í því að hvernig átt að vera í atvinnuviðtalinu og allt þetta og þetta er bara ákveðin science og þetta er eiginlega stærsta verkefni hjá svona framkvæmdastjórum með CEOs. Já. Það að finna rétta fólkið sem hægt að treysta og og ekki bara treysta heldur sko sem eru með dræfið og geta skapa skýrleika af því að fyrirtækjarekstur hjá nýsköpunarfyrirtæki, hann gengur mjög mikið út á það að bara mæta mótnana vinnuna og skapa skýrleika. Það bara nú ég að fara að mæta hér í vinnu og ég ætla að passa það þegar vinnudaginn búin, það allt kristalklár fyrir alla. Allir þættir. Af því að það bara gerist eitthvað, bara strax daginn eftir, það breytist allt og þá þarf að skapa nýjan skýrleika. Já. Og einhver samningur breytist, eða kemur einhver ný samkeppnisstaðal, einhver lykil starfsmaður hættir, eða gerist eitthvað drama með eitthvað, whatever it is, það alltaf eitthvað. Það aldrei rólegur dagur þannig séð, það alltaf eitthvað. Ef það ekki neitt í gangi, þá skaltu vera með miklar áhyggjur. Þá er eitthvað í uppseglingu. En verkefnið að skapa skýrleika. Og þú vilt það að allir sem átt með í teiminu séu að hjálpast að skapa skýrleika. Og gera hlutina skýrari í dag heldur en það voru í gær. Og það í raun og veru verkefnið í nýsköpunarfyrirtæki. Miklu meiri þörf á því í nýsköpun heldur en í öllum öðrum rekstri. Já. Og svo viltu bara passa upp á það að þeir einstaklingar sem eru með þér að skapa þennan skýrleika eru með drive. Það til einstaklingar sem þrífast alveg líka á því að flækja hlutina, þú veist. Og þú veist, það kannski bara eitthvað út af einhverjum bakgrunn, það getur verið mjög góðir og heiðarlegir einstaklingar, eða bara eitthvað svona, þú veist kannski út af menntun eða eitthvað í umhverfinu, sko. Já. En það mjög mikilvægt fyrir fólk fyrir þá sem eru að starfa við það að byggja upp þessi svokölluðu frumkvöðla fyrirtæki, nýsköpunarfyrirtæki, að finna fólk sem að hjálpar við að skapa drive og skýrleika. Já, einmitt. En hvernig finnst þið núna eins og á svona öllum samfélagsmiðlum, Facebook, Instagram og TikTok að það var svolítið dregin upp svona glansmyndin af því að vera frumkvöðl. Hvernig svona þín nálgun á það? Sko, ég sagði son minn fyrir mörgum ára síðan, veistu það, ég ásöndaði ekki þetta í fótspor pappa eins, þetta bara magasár og áhyggjur og eitthvað, þú veist, þetta bara ekki trú öllu og svo fór hann í nýsköpun og eitthvað, bara búið að ganga rosalega vel og hann bara að blómstra og hamingjusamur og ótrúlega kraftur og skapa skýrleika og drive en fór nú ekki eftir þessum ráðum. Þetta alveg hárrétt. Við náttúrulega viljum alltaf vera bjartsýn og jákvæð, þú veist, og ég held að einstaklingar sem að flokkast sem frumkvöðlar, svokallaðir, sem að þrífast af óvissinu eru upp til hópa mjög bjartsýnir einstaklingar og jákvæðir einstaklingar. En það náttúrulega það þarf ekkert að spyrja marga eða googla mikið, lesa mikið til átt að sjá því hvað rúnlega fá fyrirtæki sem að rúnlega fara alla leið
og uppfylla hörðustu kröfur, ekki bara kröfur, heldur ekki bara væntingar fjárfestana. Já. Og það svona slengi bara svona, hefur þessi 10x-að, ertu búin að 10x-að, já, ertu með eitthvað svona 10x, þetta svona, þú veist, hjá fjármálamönnum sem að hafa kannski aldrei búið neitt til, sko, nema fjárfesta, og en gleyma því svolítið að það 1% sem næra gera eitthvað algjörlega úr engu og fara alla leið með það, fara í gegnum, þú veist, allar andvökunæturnar og óvissa, geta ekki borgað starfsfólkinu laun í kannski 3-4 mánuði. Já. Það eru svona, þú veist, tímabil sem að geta skapað bara, þú veist, magasár, svefnleysi, alls konar vesinn og kvilla og, þú veist, stressið og allt þetta. Það ekkert gaman að tala það og það fer ekki inn á TikTok. Nei. Það engin sem nennir það, þú bara svæpar við það á no time, sko. Einmitt. Það fyrir allt og fljótur að það, metricsin þú veist, sína fram að það nennir enginn að fara í þær sögur. Nei. Þannig að þetta svolítið saturated af glansmyndinni. Já. Og en það bara líklegast bara eðlilegt. Það það sem fólki vil sjá. Það bara það sem, já, markaðurinn vil sjá það, menn það sem að náttúrulega varandi TikTok og Instagram og Netflix að þeir sem að það vita allir hvað allt vinsælt. Já. Það allt mælanlegt í dag, þetta allt saman, það allt metrics oriented og þess að þetta ákvað Netflix að vera ekkert með neitt view count eins og YouTube eða like taka, það bara þeir vilja að ykkur dokumentari artisti, ef ykkur dokumentari bara nær ykkur niche-hóp með eitthvað geggjað artform, þá það bara geggjað fyrir þann hóp, það áver alveg sama, þá voru bara 500,000 views versus 100 milljónir á nýjasta þáttin með Kardashians. Já. Það og mér finnst það hafi verið flott ákvörðun í byrjun. Þetta var, þegar að sko Netflix fara út í það að lonsa sínu plattformi, þá var þetta áttur að vera með view countið ekki. Þannig að við vitum það að bransinn veit hvað selur. Hann veit hvað hann á að sína. Hann veit hvað hann á að sína. Já. Og þess vegna til minnst bara eins og með YouTube og svona búið verið getum árin að og Google líka að allt tengt svona conspiracy theories miklu vinsalla. Þú veist, þú ert að googla eitthvað sem þér finnst vera frábært og læra meira það, þá sérðu bara akkur það ömurlegt. Kemur eitthvað allt annað. Þú klikkar á það, ég held þetta að vera svo frábært, það bara allir, það kemur ykkur greinu það, þá tikkar. Og þú festist í því? Já, kannski ekki, þið finnst áfram frábært, en Google, þeir grættu auglýsingu, þeir grættu klikk, þetta selur. Og þetta náttúrulega þetta hagkerfi sem við lifum við í dag og það þessir algoritmar. Já. Þeir eru auðvita drifnir áfram af klikkum og view counts og engagementi sem að skapar tekjur fyrir auglýsendur. Já. Þannig að auðvitað eru við svona svolítið að verða svona svolítið einsleitt hvað það varðar. Eða ekki, vegna þess að það alltaf verið að sína einhverja andstæður, það það sem selur. Það verður svolítið meiri paranoia og allskins conspiracy theories, það bara því að það selur auglýsingar. Já, þetta svona kannski munun að þegar maður horfir fyrir svona 30 árum pluss þegar þú varst að byrja sem frumkvöld. Það var ekki sjónvarp. Nei, það vissi enginn hvað þetta var, það var þetta bara eitthvað skrítið, menn þetta kannski vinsælt í dag. Já, ég meina þá var þetta hugtak ekki til, sko. Nei. Og það var eiginlega enginn, sko... Skildi enginn hvað varst að gera þá? Nei, frumkvölar eru þeir geta oft bara verið skrýtnir af því að þeir sem sagt eru sumir frumkvölar þegar þeir fá nei-númer 100 heyra bara frá einasta manni að hugmyndi sér léleg. Já. Það verður sumir bara rosalega spenntir. Já. I'm onto something. Mitt. Það allir sem bara finnst það hræðilegt þetta eitthvað. Já. Það alveg ótrúlegustu, þú veist, bara svona sumir einstaklingar og ég meina horfir á, þú veist, hvað þessi Steve Jobs og Jeff Bezos og mikið af þessum aðilum, sko, sem að eru með þessa þrautsegju og drifnir áfram að mjög skarpir í framtíða sín. Já, einmitt. Svona á þessu nótum, hvaðan heldur að drifkrafturinn hjá þér komi í þeim verkefni sem er búin að vera
fara í, þú talaði byrjun og varst kannski ekki alveg kláraði? Nei, ég veit það ekki, ég rifjaði hann upp einhvern veginn daginn sem ég var búin að steinglema bara einhverju ráðstefnu, hitti japanska ríkissjónvarpið og þá var einhvern veginn gerði einhvern veginn þáttur, kom einhvern teimi frá japanska ríkissjónvarpinu og fylgdust með mér einhverja í nokkra daga, þá var ég bara eitthvað tvítugur, hvað í gangi á Íslandi, þú veist, eitthvað svona, hvað svona frumkvælað, eitthvað svona ungt fólk að gera eitthvað, af því þá vorum við búin að alltaf fá fjárfestingu frá Japan og vorum búin að byggja upp á þeim tíma mjög kraftmikið fyrirtæki og það var það var engin, ég gæti ekkert séð neitt út úr því út þeirri rannsókn hjá japanska ríkissjónvarpinu en nei, ég bara heila veit ekki, það líklegast þegar að þú ég bara að hugsa upp á núna en þegar að þú fær tækifæri svona ungur að þú veist, fá eitthvað tæki í hendurnar sem ég fekk sem var tölvan, þá var tölvan allt öðruvísi og að því að það var svo fáir að forrita, þú veist, og ef ég gæti fara að gera eitthvað heimilisbókhald sem að afi bara var að pæla í, þú veist, og hissa yfir og fekk ég tilgang og að geta, þú veist, skapað eitthvað sem að væri nytsamlegt út úr einhverju, þú veist, að maður fær eitthvað svona í hugan bara þegar 12 ára ég þarf að spyrja foreldra mína, ég held ég var 8-9 ára þegar ég var svona byrjar að forrita og en svona 14 ára þegar ég komið með eitthvað svona það sem kalla mætti fyrirtæki og þetta alltaf brjálæðislega ungt, ég fannst þið ekkert vera eitthvað ungur á sínum tíma þegar ég var 20 ára, núna finnst mér þetta frekar ungt veist, mér finnst það í dag þess að því ég bara fylgist með umhverfinu og mér finnst það ekkert vera mikið þannig séð, það alveg heitt hellingur, allir eitthvað í mér finnst oft mikið svona frumkvöðlastarfsemi hjá þeim sem að koma út til listaháskólanum, fara í fatahönn og spreita sig eða kokkarnir og allt þetta. En svo það líka skilgreining á þessu frumkvöðlastarfi og mín frumkvöðlastarfi eða nýsköpunarfyrirtæki, það fyrirtæki sem smíðað til þess að geta vaxið hratt. Já. Þú veist, ef þú ert með 5% vöxt á viku, þá það gigantískur ársvöxtur, veist. Þú ert að vera með 1-3% til að vera með 2 ári, en þú veist, ef þú komið 5% eða 10% að viku, það gigantískur vöxtur og fyrirtæki sem að eru byggð fyrir það að geta náð þeim vexti síðar meir, það eru hinn einu sönnu nýsköpunarfyrirtæki. Það eru fyrirtæki sem að eru búin að krönsa go-to-market, að það séu ekki ómargar hindranir til að koma vörunni inn á markaðinn og einfaldleikinn og skilningur og náttúrulega að skapa verðmæti fyrir notandann. Það náttúrulega númer 1, 2 og 3. Þannig að ég bjartsýnn fyrir hönd Íslands bara stöðu nýsköpunar og ég held nefnilega að við erum með langafar okkar fóru á sjóin og kannski koma aldrei aftur. Þú veist, við lifum við mjög svona róttæka náttúru hérna á miðju Atlantshafinu og við komum af kynslóðum þar sem að var tekin áhætta bara svona út af svona necessity, eða þú veist, það bara hluti af okkar DNA og við erum með þessa, þú veist, við erum með þessa veðráttu og við erum með hérna þessa náttúru og álfana, við erum með þetta að sér íslenska umhverfi, þú veist, og sér bara í tónlistarlífinu og þessi kreatív orka. Já. Og það, þrátt fyrir ýmislegt sem að fólk getur verið að gagnrýna, þú veist, hérna á Íslandi, þá eru spennandi tíma framundan. Þú veist, við erum að fara, að ég held, að ganga inn í tímabil þar sem að það mun koma fyrirtæki sem að ná mjög mikill í verðmætasköpun fyrir að vera kannski bara 3 manna fyrirtæki. Já. Þú veist, við erum framsýnir einstaklingar, Íslendingar og við erum hugrökk, við þurfum að vera hugrökk og það gefur mér svona bjartsýni á yngstu kynslóðinni og þannig að ég er bara frekar bara bjartur á stöðu Íslands í þessu og ég held að við þurfum ekki að panagera
þó að við séum ekki að eyða $0,5 trilljón að búa til okkar eigið gervigreinda líkan. Nei, einmitt. Þetta eru píplagningar, einhverju þurfa að sjá infrastruktúrin. Við vitum það að við erum ekki í því, við Íslendingar. Já. Og við erum að vera að fljóta til okkur þetta og þar er ég bjartsýnn. Að við erum eftir að sjá flott frumkvöðlafyrirtæki sem er bara að vera að stofna bara kannski, þessa vikuna, who knows. Ég er bjartsýnn á það, þannig ég er svolítið svona spenntur fyrir því að fylgjast með ungum frumkvöðlum í dag. Já, framtíðin er björt. Já, hún er það allan í mínum bókum, sko. Ég er svolítið spenntur fyrir Íslandi og tækifærinu og þessum elementum sem býr í Íslendingum. Já. Ég er svolítið spenntur yfir því. Já. Átt þú sjálfur einhver svona fyrirmyndir þegar kemur að fyrirtækjarekstri eða frumkvöðlastarfsemi? Nei, ég á það ekki. Og í sannleikunum sagt að það ekki. Ég hef aldrei lesin en svona eitthvað sjálfsæðisögur og ég hef aldrei tekið þetta mimicking, á neitt. Ég hef, sem held ég að vera alveg mínir kostur og gallara því að þetta mimicking aðferð eru þetta mjög kraftmikil að eiga sterkar fyrirmyndir og auðvitað eru fyrirmyndir hérna úti og það er ekkert eitthvað Steve Jobs versus Bill Gates eða eitthvað. Ég var það heppinn að fá að ferðast heiminn með mjög mætum manni sem hét Andy Grove og hann var forstjóri Intel. Hann var alveg framúrskarandi leiðtogi og Austur-Evrópumaður, hann bjó til hugtök eins og Objectives and Key Results sem er svona aðferðafræði í planning og mjög ungur þá, ég tekið hádegisverði með Bill Gates og hitt á mjög mikið af þessum gúrum í bransanum á þess að pæla í því bara einhverjir kallar í bransanum fyrir mér og þannig ég meina alltaf verið svolítið svona ég hef aldrei verið neitt startströkk yfir einhverjum einstakling þannig að þetta er allt bara fólk og sem það er allir að díla við sín vandamál og allir að reyna að gera sitt besta sama hver það er. Einmitt. Og ég held að ég sé bara alinn þannig upp og hefur aldrei verið pælingar þar Nei. En hins vegar er þetta kraftmikið verkfæri þar að mimika, það er ástæðan fyrir því að bara human species varð the species að við gátum mimikað hvernig bara forfeður, hvernig aðri bjúku til eld og læra tungumál og láta aðra læra af því, þannig að það er mjög kraftmikið sterkar fyrirmyndir. Þannig að en ég hef verið mjög heillaður af ég til dæmis fattaði ekki fyrir bara eftir einhverja flugferð að bara bókin sem ég keypti á flugvellinum, hún var bara eitthvað MBA, að læra MBA, ég las alltaf bókina bara hver myndi kaupa sér eitthvað MBA-bóknum að vera eitthvað námi. Það er bara lasið mér rosalega skemmtileg. Og ég hugsa með þá, Guðjón minn, er eitthvað akkur þetta kaupa þessa bókum að læra MBA 20 og eitthvað gammal. Þannig að ég hef alltaf verið drifin áfram að því að læra eitthvað svona framework og svona. Þannig að ég hef alveg verið heillar af einhverjum gúrum, þá hefði það oftast verið kannski svona einhverjir rithöfundar á einhverjum svona bókum sem að kynna til sögunar eitthvað svona framework sem eitthvað svona hugsunarhátt og eitthvað slíkt þá ég meira heillast af fræðunum. Já. Heldur en einstaklingurum á baku. Já, einmitt. Já, þetta er svona kannski einstaklingur eða kannski eitthvað svona bók sem hafi haft hvað mest áhrif á því. Þess að tala að út gífurlega alltaf að sækja meir og meiri þekkingu. Já, það er þegar maður kemst í flotta bók þá alveg bara breytist allt. Já, það er ég menna, það er svo margt sem gerir með hugan þar það eru margir vinir minni vita því ég las eina grútleiðilega 300 blaðsina bók frá náungur sem heitir Richard, hann skrifa bók sem er alveg bara mjög boring, hvað heitir Good Strategy, Bad Strategy. Já. Ég las hana 3 röð á einhverjum ólífuakri út á Ítalíu. Já. Og kona mín bara við sundlapakkan og í fríinu mínu kona, hvað er þetta að lesa? Og það var svona dæmi eitthvað, mér fannst það bara geggjuð bók og bara svona, þetta er allt það strategy framework. Já.
það er svona dæmi það er þannig bækur sem er skemmtilega, ótrúlega skrítið. Það sem heillar mig þar það er þessi frameworks og það er þegar að menn búið til skýrleika að kenna öðrum eitthvað þangagang sem að lætur gott að þessi leiða og hjálpar þér að taka góðar ákvarðanir og þetta díla við eitthvað mjög flókin konsept og fyrirbæri og þér afhent eitthvað svona framework til að vinna með og það er fullt af þannig bókum sem og rithöfundur sem kom upp í hugan þar og bara og með fullt af þessu hér fyrir aftan þig í bókahillinni í litla bókasafninu þínu en það þú veist, góðar businessbækur finnst mér mjög skemmtilegar og ég er alveg afskaplega eitthvað lélugur að lesa skáldsögur já, einmitt, lesti bara til fróðleiks já, af því að ég var bara svo motivated ég var bara svo spenntur ég veist það rosalega skrítið bara að hugsa að vá, þetta er game changer fyrir mig ég veit að bara þú veist, það er engin game changer fyrir mig að lesa eitthvað skáldsögu það er engin svona, en að lesa eitthvað svona nýtt fremur, það bara ég get fengið gæsahúð þú veist, við að lesa sömu hluti og bara hugsa þetta er game changer og það er eins og núna bara í dag þú veist, það sem er búið að taka við þú veist, það er svona kaninu hólan sem maður onni, þú veist, núna er bara svo spennandi hvernig menn eru að forrita í dag með að nota, þú veist, gervigreinda módel og fleiri AI og annað já, bara með AI og öðru, það er kannski svona nýjasta dæmið kannski svona nýjasta búin að vera í því kannski svona í þeirri kaninu hólu svona hún er bara endalaust stíft á henni þar er bara, búið til eitthvað kröns eitthvað í hugbúnaði oft er þetta eitthvað svona eins og við erum í sportinu þá er að pæla í kannski að beita einhverjum stærðfræði líkunum á módulum hvernig til íþróttamenn hreyfa sig og það er svo gaman að beita að gera prototípur og prototæpis áfram pæla í kenningum og annað svona, ég myndi segja að það er frítíminn það er svona, það er vinst þú veist, ég fæ meira út af því að Netflix að bara pæla í hlutunum já, bara vera kannski, þú veist þessan fjölskyldan upp í sofa að horfa á eitthvað en ég kannski bara með lappan og ég er að búa til eitthvað þú veist, er ykkur kerfi sem heitir Cursor AI og er að, þú veist, búa til þú veist, með ykkur hreyfilíkan og reyna að krönsa það með ykkurum Kalman-filterum þú veist, það er svona það er það sem er rosa skemmtilegt Forritun hefur breyst gífurlega bara síðustu árun sérstaklega eins og með AI aðli sem hefur kannski enga forritun þekkingu getur samt forrita eitthvað með hjálp AI Já, það er náttúrulega að verða allt auðveldara og þess vegna var ég að segja á þann að ég er bjartsýnn fyrir hönd nýsköpun umhverfisins í Íslandi. Ég líti ekki á þetta sem endilega ógn, ég líti á þetta sem tækifæri fyrir unga frumkvöla að tilenga sér þessa aðferðir. Það verða einhver svona unicorns fyrirtæki sem verða bara 15 manna fyrirtæki bara hér á Íslandi. Nýta sér AI. Nýta sér þetta. Og þetta sem margir har sagt, ég segi þetta alltaf að AI mun ekkert endilega skipta út einhverjum forritara. Það mun skipta út þeim forritara sem notar ekki AI. Þú veist, þetta er svona nei, ég ætlaði bara að nota ritvélina áfram. Þetta er svona það, sko. Þetta er náttúrulega bara þetta er bara komið til að vera. Þetta er komið til að vera. Málið það að aftur eins og AI er þarna, þetta verður ekkert verra en þetta er núna. Nei. En að morgun verður það aðeins betra. Já. Og það er alveg ótrúlegt að sko fylgjast með þessum samlegar áhrifum og þetta er eiginlega svona hluti sem ég oft pælt í, það er að sko þessi nýsköpunar heimur og bara eins og í Silicon Valley það virðist verða eitthvað sáttmáli varðandi patentmál að sko OpenAI þeir komi með sitt tungumálmódel, þeir byggja á raunverulega kenningum sem koma frá Google DeepMind og þetta eru svona stóri pappirar, svona rannsóknir, attention is all you need og svo eru svona fleiri líkun, það heitir sequence to sequence og þetta er svona nokkur uppfinningar sem eru gefnar út bara in the open og bera þetta saman við lyfjageirann, það er allt lokað á læst sko. og allt í stáli og en í þessum bransa er þetta bara vilda vestrið og það virðist vera að það hafi byrjað einhvers konar mandate, þar sem að teknikerinn sá það þýðir þetta að vera bara alltaf niður í hérastómi endalaust út af einhverju patenti þú veist, nú ætlum við bara að gefa hlutina út
og ég dáist að því og og þetta kannski, það eftir að koma í ljós hvernig þetta munir þróast, en vegna þess að fyrirtækin eru ekki að loka öll og læsa, að þá þessi markaðar að fara svo hratt. Já. Og nú náttúrulega fyrirtækin reyna að búa til mikil verðmæti í sínum hlutabréfum, þannig að OpenAI að reyna að fara tilbaka í að verða open og vera closed, og það kostar það mjög mikið og það einhver aðilar að stríða þeim í því og svona. En Kínverarnir, þeir eru greinilega búin að, þeir eru að horfa á stóru myndina, tala við völvuna sína, pæli hvað það að gera, það 100 ára planið, og þeir greinilega eru að fjárfesta alveg í pjúra open source og að gera amerísku fyrirtækjum svolítið erfitt fyrir, og sérstaklega eins og fyrirtækjum sem að selja velbúnaðinn sem keyrir alla gerfugrindina eins og Nvidia og svona, að koma Kínverarnir og koma með það claim þeir hafa náðu að gera ákveðna hluti jafn vel, en fyrir bara brota af tilkostnanum. Og þannig að það að koma núna, og það hafi verið að koma núna undanfarna mánuði, mjög spennandi módel og tækni frá Kína sérstaklega, sem eru bara algjörlega open source, og þetta eitthvað viðskiptastríð sem að á milli Kínverjana og Bandaríkjamanna þarna á einhverjum svona mjög stratísku leveli. Tengist eflaust einhvers konar mandati hvernig fjárfestingarsjóðir í Kína eru fjármagnaðir. Það eitthvað þarna bak við tjöldin sem ekki verið sem að ratar ekki kannski inn í fjölmiðla. Og þetta eru bara tækifæri fyrir okkur í litla Íslandi að nýta allt þetta sem að gerast. Já. Ég mjög pró á því sem að koma frá Kína og bara mjög bjartsýnn og engin fordómar gagnvart því. Það bara miklu frekar að nýta jaft það sem að koma frá Kínverjunum versus það sem að koma frá Bandaríkjamönnum. Já. En við eigum Íslendingar alveg gríðarlega tækifæri að byggja upp mjög sterkan nýsköpun bara með því að nýta okkar bara eitthvað hugvit, þennan kúltúr sem við búum yfir. Já. Sem að skortir hjá mörgum, og meira þess að í Silicon Valley annars konar þangagangur, en það þangagangur það sem að menn hugsa stórt og það allt hægt og það bara ótrúlegustu verkefni sem að hafa verið að poppa upp, og kannski ótrúlegustu verkefni mér finnst það að poppa upp kannski nýlega þetta Stargate verkefni sem að greinilega frá hinu lífsrædda Larry Ellison. Þegar ég bygði á Silicon Valley þá var alltaf einn náungi að fljúga mig, þá var það þóttunni sinni, þá var það Larry Ellison, forstjóri Oracle, og hann sem sagt kynnir verkefni núna fyrir kynnti það ekki í febrúar, sem að með budget upp á $500 billion að sem sagt lækna krabbamein. Og ég fann það á Larry Ellison, hann náttúrulega áttræður, að vera komin á níræðisaldurinn. Hann virtist vera á þeirri línunni, hann ætla að eyða þessari $1 trillion með forstjóra SoftBank og fulltrúum frá OpenAI til þess að lækna sjúkdóm allra sjúkdóma. Já. Og það eldast. Ég hugsaði bara, hvað í gangi þarna, hvað í vatninu þarna í Kaliforníu? Og svo líða nokkra vikur, þá kom bara Kínverjarnir og segja, við bara gerðum eitthvað bara fyrir brotabrot, og það bara orðið besti heimi í gerfugrindinni, eitthvað svona. Það greinilega mikið viðskiptastríð það í gangi, og Kínverjarnir sýndu þarna í þessu stríði að þetta ekki bara spurning um peninga. Já. Þetta spurning um útsjónasemi, og það að hluta til veganestið okkar Íslendinga, og það svolítið svona tækifærið sem við þurfum svolítið að hugsa í Íslandi, og að vera ekki að mikla þessa hluti og mikið fyrir okkur. Já. En Kínverjarnir ekki oft kannski aðeins á undan okkur? Jú, að vera með 100 ára plan. Já. Alltaf svolítið massið að vera með 100 ára plan versus 100 daga plan. Já. Jú, þeir eru það ekki alveg að marka það sem við erum alin upp við að þeir steli öllu og Þetta náttúrulega bara stríð heimsveldana, og það eru þeirra Kísildalur sem svolítið í kringu Sjensinn og það svæði það magnað.
það bara fyrirtækin sem að koma þaðan eru mögnuð, innóra sagt, og á öllu því svæði og unga kynslóðin í Kína hún mögnuð og það er bjartsýni og framsækni í gangi og við erum eftir að sjá hvað gerast mjög merkilegt frá þeim næstu misserin. Já, en hvað myndir þú segja fyrir þá sem kannski að hlusta á þetta viðtal og ég veit þú komst aðeins inn á það áðan varandi sko að fara af stað í fyrirtækjarekstur að búa til rétta teymið, en hverju myndir svona ráðleggja þeim, hvað væri kannski einhver önnur skref sem við getum tekið? Já, þetta náttúrulega orðið svo mikið tækifæri núna hvernig menn prototypa vörurnar sínar og það er sama hvað verið að hanna, hvort þú sért í hugbúnaðarsviðinu, fatahönnun eða whatever sko, það er orðin game changer að koma út testvöru á markaðin áður nú ert að fara að eyða pening í nokkurn skapaðan hlut annan en að bara testa grunnvöruna og það gerir þau bara meðan að bara býð heima hjá mamma og pappa sko. Já, bara eldurspornu. Þau bara gerir það á laptopnum upp í skóla. Já. Það er tækifærið og ég sko þú veist, það er náttúrulega bara að prototypa sig áfram, þú veist, þetta að sko það að ákveða eitthvað svolítið eins og að skrifa undir afsal á bara nýri íbúð. Þú ert ekki að fara að hætta við daginn eftir. Ef þú ert að hætta við, þá það bara annað ferli að selja hana. Já. Það annað afsal. Þetta þarf að vera þannig. Mín skilaboð eru að sko flest, þetta gengur út á númer 1, 2, 3 aftur að finna rétta teymið. Það ákveðið brjálæði að vera einn. Já. Ég mæli ekki með því. Ég er búin að prófa þetta allt saman og ég mæli alltaf með því að það sé þétt öflugt teymi að vinna saman. En það er rosalega mikilvægt að vanda vel til verka. Þetta ekki bara eins og gifting það sem hægt að skilja. Þú ert í fyrirtæki með hluthafajafnvel, fjárfestar kom inn. Þetta meiri hátta prósess. Það svo mikilvægt að vera með rétta co-foundera sem það bara, menn þurfa að hafa ákveðu svona resilience, þú veist, menn þurfa að vera bara, þú veist, réttir á geðinu, þú veist, þetta svona, þú veist, það ástæði fyrir því að sko stór fjárfestingafyrirtæki, þegar þau fjárfestaði fyrirtækin þá gerði rosa úttekt. Eins og núna bara var ég að taka við fjárfestingu frá stóru fyrirtæki og ég þurfti að gefa upp aðgang á alls konar persónulegum akkántum. Já. Þú veist, það var bara allt rannsakað, bara til að, og svo bara gert eitthvað mat. Þetta rosalegt hvernig bransin orðin, þannig að mitt ráð alltaf að velja vel til teymisins. Þessu heiðarlega einstaklingar sem að verða auðvitað að vinna vel undir pressu. Já. Og þeir læra það með traustinu, þú veist, þeir finna fyrir því að það traust á milli manna, það gefur líka orku og það gefur kraft að þú ert með co-founder sem virkilega andum, þú veist, þitt well-being. Já. Þið eru í þessu saman. Þetta mjög mikilvægt og það mjög mikilvægt að þegar þú ert að tjekka á þeim sem þú ert að fara að co-founda með, að þú verður að tjekka á því hvort að þeir séu með sko empathy. Hvort að þeir séu með sko ákveðna samkennd fyrir sko vörunni. Já. Það mjög margir sem eru bara í einhverju trippi. Bara meira flottar af eitthvað frumkvöðl og ætla bara að búa til eitthvað vöru sem að þjónast að mér. Já. Hver ég eitthvað svona. Það náttúrulega bara rautt bara alarm sko. Þannig ef að þú ert að byggja teymi 2, 3 með einhverjum einstakling, það þarf að testa þetta allt saman. Þetta allt þetta mannlega. Já. Og það alveg þumafinguregla að frumkvöðla sem ekki með empathy mun aldrei gera vöru sem að næri einhverju fótfestu. Það bara einhver heppni ef það tekst. Af því að vöruhönnun empathy fyrir markaðnum. Það þetta signaling, það að lesa fundin, þú veist, það að hafa þennan emotional intelligence að skilja og hlusta nákvæmlega hver þörfin var og meta það. Og það ekki allir sem hafa í sér slík element. Þannig ég myndi segja að
co-founderarnir verða og frumkvöldin verða að hafa empathy. Það bara svona foundational þáttur í því að vera í þeirri vegferð. Já. Að skapa það sem að menn kalla product market fit. Þú veist, það að ná vörunni á rétta hillu og eignast þá hillu á markanum. Það að skilja allt sem gerist á leiðinu. Það eru signaling bara gegnum allan daginn, alla daga, alltaf. Já, þú talaður áðan að þú og Skúli Mogensen hefði til dæmis unnið sérstaklega vel saman. Hvers vegna heldur að það hefði verið? Skúli er bara stórkostleg manneskja. Allt teimið, allt það ósteimið eru bara samastendur. Það er bara ótrúlega dæmi sem hann gerðist þar hjá öllum þeim einstaklingu sem komu saman. Það náttúrulega var, bæði voru við öll að læra og við unnum eftir mjög skýru bara manifesto. Við bara, og ég man alveg eftir svona starfsmannafundum sem að maður talaði bara grunnelementum traust og eitthvað. Þetta er svona, það var ófeimni, menn þorðu að berskjalda sig. Þú veist, menn þorðu bara einhvern tíma bara að með grátur út af eiginlega bara engu, bara kannski gleðið eitthvað. Þú veist, það var engin svona, þú veist, fólk var bara það sem það var. Já. Og þannig að ég myndi segja að á þeim tíma, í þeim hóp, það náttúrulega bara var upp til hópa einstakur hópur. Og það náttúrulega bara horfir yfir íslenska nýsköpunar landslæð. Þú sérð mjög mikið af þeim einstaklingum hér og þar sem hafa verið að byggja upp framúrskarandi rekstur. Og þannig að ég myndi segja að það var eitthvað, þar voru við með ákveðin svona bara grunnelement sem að við lögðum mjög mikið upp úr. Og ég held að það eru margir svona þætti sem myndu kannski þykja bara hallarislegir í dag. Já. Við bara vorum eitthvað svo einlæg og vitlaus. Þú veist, við bara vorum þarna. Við vorum ekkert að pæla inn í öðru en bara breyta heiminum. Og það er, sko, þessir einstaklingar eru oft bara þannig týpur. Já. Og það er líka oft bara það sem fólk, ef þú er að fara að vinna með einhverju vegferð og taka 10 ár á þínu lífi, þú vilt finna fyrir þessum eiginleikum. Og það þarf að vera, þú veist, það þarf að vera traust og það, af því að ástæðan fyrir því ég er að tala um þessa hluti er að vegna þess að það sem þið eru að fara að gera er að fara að taka ógeðslega erfiðar ákvarðanir. Já. Það eru starfsmannamál sem að það eru mjög erfiði viðskiptasamningar, það er verið að það er kannski óheiðaleg samkeppni, það er kannski verið að bera einhverjum gróusögum fyrirtækið, að reyna að eyðileggja fyrir, og það er kannski ekkert sem byggir á bakveginn en að maður kannski bara einhver aðbrýðsemi eða það er kannski ekki bara pjúra samkeppni, það er bara eitthvað ýmislegt. Já. Þannig að fyrirtækin þurfa að vera sterk og teimin til þess að tækla þessa hluti. Af því að þetta er sko þessi hilla, þessi tegund fyrirtæki að reyna að komast á þennan pall á ólympíuleikunum að ná að byggja upp eitthvað svona unicorn, sko það á að vera erfitt. Já. Og það er erfitt. Þú veist, þetta er sko success rate-ið er langt undir 10%. Það er að þetta er erfitt. Og þegar þú ert að fara að gera eitthvað sem er svona rosalega erfitt, þá þarf þetta að vera með algjört, eilist teimi. Og þar eru það co-founderarnir sem að skipta eiginlega mestu máli. Af því að þegar fyrirtæki lendir hemmingum, þá er þetta aldrei búið fyrir að co-founderin ákveða þetta sé búið. Já, með sterkan grunn. Já, sterkan grunn og vera með dræfið, vera með resiliensið. Það er alltaf lausnir á öllu. Já. Það er alltaf, þetta er bara tiltrú teimisins. Einmitt. Það er mjög gott viðhorf. En ein svona spurning í lokin, hvar sérðu sjálfað eftir 10 ár? Hvað er það svona sem þú vilt hafa lokið eða áorkað? Og hvað er stóra markmið, af hverju ertu í rekstri sjálfur? Já, sko, ég veit það ekki. Þetta gengur náttúrulega bara allt út á það að, sko, það að smíða vöru, alveg frá byrjun, koma henni út á markaðinn, að það er mjög gefandi, það er mjög kreatív, þetta er bara eins og artform.
og þetta bara eins og þetta þessi fyrirtæki bara eins og þetta sé eitthvað skonar, já, þú veist, það svona meira á svona listasviðinu heldur en eitthvað annað. Já. Það óbúslega gefandi að geta náða innleiða eitthvað inn í fjöldalanda og það að það sé eitthvað sem lætur gott að sér leiða. Maður búin að vera með svona ýmis markmið á svona í huga varðandi útbreiðslu á lausninni. Ég horfi á lausnina sem við erum að smíða og við erum núna að fara með í svona pilotfasa. Svolítið eins og lyfjafyrirtækin, við erum að vera lengi í rannsókn og þróun, svo faraði í pilotið og það testað og þetta svona slíkt klassískt ferli, þannig að við erum ekki í þessu klassíska, típiska hugbúnaðar þróunarferli. Ég náttúrulega bara vil sjá útbreiðslu. Ég líti á þetta svolítið eins og úr þessum fjarskiptafyrirtækjum sem ég byggt upp, sko. Það að þessi tvö fjarskiptafyrirtæki sem ég stofnaði hér á Íslandi eru núna örugglega með svona 60% markaðshlutdeild. Og sem ég kom að stofna þó ég hafi, eins og með Nóa, ef ekki verið það hluthafi, þá sá ég maður stofna það. Og það mjög gefandi og mjög gaman og ég mjög stoltur af þeim verkefnum. Það eitthvað sem það einhver hugmynd sem var til. Hún var kynnt og pitsuð á þess að vera að gera eitthvað mál úr því, bara svolítið svona chillað, og það var úr því fyrirtæki og sem að fósu í skemmtilega markaðsherferð eins og vera staðist í skemmtistaða landsins og það fór í hendur á flottu fólki hjá Líf og Jóakim sem að gerðu raunverulega successin úr þessu og það var ótrúlega gefandi að fylgjast með þeirri vegferð og það sama með Vodafone og Íslandssíma eða Sýn og hvað það búið að heita að sjá nú þetta verkefni ná einhvers konar samskonar fótfestu, það mjög gefandi. Ég aftur á móti, maður ekkert samt í neinu svona þetta snýst líka bara að vinna sína vinnu vel og ég vil náttúrulega bara vera með fyrirtæki sem með bara róbust rekstur og fyrst og fremst það sem skapa verðmæti fyrir alla. Þannig að við getum stöðugt verið að uppfæra vöruna og skapað verðmæti fyrir okkar hluthafa. Það náttúrulega bara grunnurinn öllu. Maður mjög ánægður eftir 10 ára ef að bara hluthafahópurinn minn væri ánægður. Það var mjög gaman. Var þú sáttur? Ég var mjög sáttur. Já. Það bara held ég mjög góð að loka og ekki náttúrulega sért með eitthvað sem við viljum bæta við svona lokum. Við erum búin að fara yfir viðan völl en þetta líka stór vegferð frá 13-14 ára aldri. Já, akkurat. Þetta nokkur 20 ára. Já, mikið alls konar verkefnum, alls konar áskorunum. Þetta búin mjög skemmtilegt. Gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis, bara takk fyrir að gefa þér tíma og koma í spjalli. Mjög gaman að þessu. Glæðislega, takk fyrir. Takk fyrir að hlusta á þennan þátt af Íslenska draumnum. Sjáðu til þess að þú missir ekki af næstu þáttum og farið inn á íslenskidraumurinn.is og skráðu á póstlistan hjá okkur. Við sendum þér tilkynningu leið og næsti þáttur fer í loft.